Komið sæl, það sunnudagur og þá eru sýnir Egils. Það ýmislegt á dagskrá ykkur í dag. Í seinni hluta þáttarins kemur að tala þér saman Trump og breytta heimsmynd, Gunnar Smári og Hilmar Þór Hilmarsson sem prófessor við Háskólann Akureyri. Samtal þeirra var tekið upp á föstudaginn. En hjá mér eru 4 konur. Við erum búin að þreyja Þorran, það komin Góa og konundagur til hamingju með daginn. Takk fyrir. Já, bæði þið og konur sem að horfið á okkur og hlustið. En það Katrín Júlíusdóttir, Guðlaug Svala Steinunar Kristjánsdóttir, Sanna Magdalena Mörtusdóttir og María Sigrún Hilmarsdóttir. Byrjum á forseta borgarstjórnar. Til hamingju með þetta. Takk fyrir. Þetta tók 2 vikur sem mörgum þótti langur tími. Inn í þessu náttúrulega mjög margt sem á sér stað, sko. Það þarna föstudagskvöldið 7. feb sem að Einar fyrrum borgarstjóri slítur þessu meiri hlutasamstarfi og virðist vera að gera það bara upp á sitt einstæmi. Eða svona, já, í nafni Framsóknar, en svona virðist ekki að vera mikið svona það virðist að vera skyndilegt. Og svo þarna náttúrulega strax kvöldið að þá eru fulltrúar annarra flokka í Ráðhúsinu í einhverju svona samtali. Þannig að já, þetta rauninni allt ferlið frá því að þessi meiri hluti springur og símhringingar, fullt af símhringingum í millitíðinni og svo loka niðurstaðan þá 2 vikum síðar þar sem að 5 flokkar eru núna í samstarfi og mér skilst að þetta sé nýtt, að það hafi ekki áður verið 5 flokkar sem eru svona að vinna saman og loka niðurstaðan einmitt kynnt þarna á föstudeginum. Já, og þú sátt við þinn hlut? Já, ég mjög ánægð, sko, í fyrsta lagi þá er ég þetta mjög ánægð að við séum að starfa saman til þess að hægri öflin og sjálfstæðisflokkurinn taki ekki, ná ekki völdum í borginni að því að maður hefur auðvitað áhyggjur af því hvað þau gætu náð fram á þessum næstu 15 mánuðum sem eftir af kjörtímabilinu og við vitum að þetta eru flokkar sem að hafa talað fyrir einkavæðingu, stórfelldri útvistun og maður bara hreinlega hefur áhyggjur af því hvað myndi þýða fyrir grunnþjónustuna ef að einhver svona stórfelldur niðurskurður yrði boðaður þar. Þannig það eru þetta svona fyrsta skrefið, sko. Það munaði litlu að yrði sko hægri meirihluti að Helga Þórðardóttir hún var að byrja í viðræði með hinum en þá komið það ekki, þá kom Inga Sæland og sagði nei. Já, sko, þetta ýmislegt sem hefur komið fram í fjölmiðlum en ég held að sjálfur mikilvægt einmitt að Helga fáið bara útskýra líka hvernig hún þetta blasti við gagnvart henni og auðvitað skil ég þetta þannig að þetta hafi verið svona samtalsstigi þarna fyrst og kannski ekki alveg eins formlegt og menn myndi vilja halda og svo þetta bara þú veist, Helga líka með sína rödd í flokki fólksins og þetta bara vinna þetta með sínum baklandi en mér finnst það að vera svona fyrsta skrefið einmitt að fyrirbyggja taki hægri öflin við rekstri og stjórn borgarinnar og svo þetta finnst mér ánægilegt að þessir 5 flokkar, það sósíalistar, Samfylking, Píratar, Vinstri græn og Flokkur fólksins hafi náð saman með þessar félagslegu áherslur. Félagslegar áherslur hvað varðar uppbyggingu húsnæðis og hugsa svona út frá velferð og einblína einmitt á félagslega lausnir. En þið 2 borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins og Líf frá VG, þið voruð eiginlega búin að mynda ykkur inn í eina grúpu. Já, myndum bandalag og það var 8. febrúar laugardaginn og ég var einmitt að búa til svona tímalínu að því með kynningu fyrir sósíalista á eftir þar sem að borgarstjórnarflokkurinn mun ræða nánar í rauninni þennan samstarfssáttmála og þá var ég bara að teikna upp svona tímalínu og sko mér leiði eins og að hafi liðið alveg margir dagar á milli þess að meirihlutin sprakk og þangað til að sósíalistar og VG mynduðu bandalag en svo var ég að teikna þetta upp þá bara já, kvöldi 7. feb, 8. feb bandalag þannig að þú veist það er líka athyglisvert að fara yfir þennan tíma svona eftir á og þá sér maður þú veist það sem manni finnst vera margir dagar var kannski bara hálfur sólarhringur og mér finnst líka bara flott sko að við erum að tala að þetta eru samstarfsflokkar það er gjarnan talað meiri hluta og minni hluta og komandi úr minni hluta hafandi verið þar næstu í 7 ár þá finnst mér bara mjög flott að tala samstarf og ég sá að fráfarandi borgarstjóri var eitthvað að pyrra sig á þessu orðalagi en mér finnst þetta bara sterkt sko að segja þú veist við erum í samstarfi við erum að vinna hlutina saman við erum með áherslur sem við leggjum fram í samstarfssáttmála en ekki alltaf bara meiri hlutin ræður
Þannig að ég virkilega ánægð með þessar áherslur, sérstaklega einmitt einblína á félagslega húsnæðisuppbyggingu, óhagnaðardrifið og líka áherslur sem að við erum með varðandi svona samtal við verkalýðshreyfinguna og svona að fara með verkalýðshreyfingunni í frekari uppbyggingu og einmitt svona orðið eins og keðju ábyrgð sem að rata þarna inn og það er verið að tala einmitt að hafa eftirlit með samningum borgarinnar við þriðja aðila til að tryggja kjör og starfsaðstæður að sé verið að fara eftir samningum. Þannig ég myndi segja að það sé... Hætta til þess að útvista þá hreingerningunum og ráða bara eins og áður var starfsmenn til borgarinnar. Er að tala um það? Sko fyrsta skrifið er auðvitað bara að skoða þú stöðuna eins og hún er núna og hvernig við getum í framtíðinni komið í veg fyrir hérna, hvað segir maður, þar sem það er verið að koma illa fram við starfsfólk. Það er erfiðar að vera eitthvað að skoða eitthvað sem að hefur verið ákveð að gera en ég meina auðvitað er maður með ákveðna framtíðarsýn sem að vonur maður getur bara unnið að líka á næstu árum en maður þarf líka mitt að vera einbeittur og núna höfum við innan við 15 mánuði þannig að ýmislegt sem við getum gert núna og svo ýmislegt sem við þurfum þá að svona kannski taka skref sem er svona lengri framtíðarsýn. Það eru konur um allt. Það er ríkisstjórnin, borgarstjórnin, þetta er biskup, forseti og Já, ég er bara allsæl með þetta og eins og við vorum að tala um hérna frammi á hann við gengum ekki inn að það er bara loksins komin sá tíma, það eru konur í öllum svona helst, á öllum helstu póstum eftir bara árhundruð eða þúsundir af það sem kallanir réðu öllu. Svo ég held að þetta sé bara gott, ánægilegt. Ég hef rækið það svolítið til kvennaframbóðsins og kvennalistans á sín tíma. Að þær fóru svona óhrættar á móti köllunum og náðu ágætum árangri og reyndar fóruð inn í samfylkinguna í lokin en þær svona létu svolítið brjóta á sér það voru þarna, ég var líka þingfréttamár á þenn tíma, ég tók svona þetta það var svona, ég held að það sé eiginlega upp að við sko. Ég held að það megi í þessu og í verkalýðsbaráttu og bara baráttu fyrir réttindum almennt að þá megum við alveg vera líta svolítið þakklátt tilbaka vegna þess að það er mjög mikið af fólki sem lét brjóta á sér steig fram og fekk bátt fyrir til þess að ná þessum réttindum og þar að meðal var að kvennaframboðið mjög mikilvægt og líka konur sem að hafa látið til sín taka og í bara kvennabaráttunni almennt. Svo hugsa maður líka til þess eins og fólk í verkalýðshreyfingu og svona skipulari verkalýðsbaráttu hvað það hefur skipt gríðarlega miklu máli að ná fram svona ákveðnum grunnréttindum. Við erum náttúrulega aldrei komin í höfn en allavega ekki núna en það við erum komið mjög langt með að við þegar fólk var ekki bara að lifa frá mánuði til mánaðar heldur var að lifa frá degi til dags. Það var lífsbaráttu frá degi til dags. Þannig að við höfum komist mjög langt á baráttu þessa fólks. Þannig að mér finnst allt í lagi að við stundum stöldrum aðeins við og minnumst þessara baráttu og þökkum fyrir hana. Já, líka þegar þær koma, þá setja þær þessi mál, jafnréttismálin svona á dagskrá hjá öðrum flokkum líka. Er það ekki? Það vildi allir vera með. Jú, mér langaði að því að varst óska til að hafa mikið með kvennadaginn, þá langaði mér sérstaklega að óska transkonum til að hafa mikið með kvennadaginn. Bara svona í ljósi heimsmála. Já, í mitt. Og þá var það frá. En jú, varðandi láta brjóta á sér og fara inn en það er náttúrulega við erum svolítið að glíma við það í dag að konur fóru inn í kalla heiminn og ég náttúrulega hef verið til dæmis var formað BHM þarna árabil og það var mikill kalla heimur þegar ég var þar það voru ekki margir að fara heim úr karpúsinu að sækja börnin í leikskólan fundir voru haldnir á mjög svona óheimilisvænum tíma og ég held að við stigum svolítið og mæður okkar og ömmur stigu inn í þú veist þennan karlæga heim sem er allur vinnutími og allt miðar við svona vaktir á höfninni eða þú veist svolítið þar að við erum ennþá að glíma við þetta tregður lögmál að og ég horfi líka því ég er heilbrigðisstarfsmaður að mennt þá horfir maður líka á þú veist, öll lyf eru hönnuð fyrir kalla, þú veist, öryggisbúnaður í bílum er hannað fyrir kalllíkama, þú veist, við erum ennþá svolítið þarna og við fórum inn í þetta og við erum svolítið að brenna út, það stendur mig líka næri að, þú veist, ábyrðin á heimilin og þetta allt saman hefur, þú veist, og það má kenna báðum öllum kynjum það, að þú veist, við erum kannski að halda í okkar en ég held að það krakkar í dag séu svolítið að glíma við þetta og maður finnur það, ég held að það sé svolítið partur af sér bakslægi að margar unga konur segja bara þetta er bara glata, ef ég vil sinna vel fjölskyldu og heimili þá get ég ekkert verið í þessu 100% starfi eða þú veist, þannig og ég fann það oft það glemdist að senda kallana heim þú veist, þegar við fórum á vinnumarkaðinn
Þannig að þú veist, þakklæti og þetta, en þú veist, við meðum aldrei sofna. Ég held að þetta sé bara mikil uppskjöru hátíð og það ánægilegt og gaman að fá að lifa þessa tíma. Að sjá að loksins þetta komið á betri stað og vonandi verður það áfram þannig og ég held að þetta bara svona, þetta afrakstur eins og þið segið, þetta afrakstur mikil starf sem átt sér stað áratugum saman og nú erum við að sjá það svona raungerast. Sko, konur komnar þú veist, eftir árhundruð að við tókumst oft á við það, sko, þurfum við að skipa í nefndir og svona þá þetta alltaf að gæta kynja og það var mjög oft svona þú veist, ríkið setti sinn helming á móti og svo áttu verkalýðsfélögin að koma með sína fulltrúa og það var alltaf búið að skipa fólk úr skrifstofunum og það voru mjög oft, þú veist, þannig að kynið var komið og svo þurftum við að mattsa það og áttum erfitt með að senda sko okkar helsta sérfræðingi þessu eða hinu, þú veist, við þurftum alltaf að vera kynjaglerum voru svolítið á okkur og þegar eins og núna ég horfði einmitt á myndina af ykkur í samstarfsflokkunum, þetta mjög kvenkyns og margir myndu segja sko hvað nú þetta en ég hef haft svolítið þessa möntru sko, talaði eftir 100 ár þá skal ég fara að vorkenna ykkur fyrir að vera ekki þarna staðnum af því að þú veist við náttúrulega vorum bara ekki. Já og svo þetta náttúrulega líka flottar fyrirmyndir og þetta mikilvægt fyrir börnin okkar að sjá samfélagið svona og læra af því og sjá hvernig þetta ég álst ekki upp við þetta. Nei. Það nefnilega alveg hárrétt og mér finnst þetta skipta svo miklu máli og mér finnst þú oft svolítið vanmetað það að tala það sé ekki við eigum ekki vera að telja hausa en þá gleymist einmitt fyrirmyndin. Það hvað börnin okkar alast upp við hverju þau trúa. Hvað þau trúa þau geti. Því þú tengið alltaf við einhverja sem að líkjast þér eða sér fyrirmyndir. Þannig að það skiptir mig miklu máli að mínu mati og ég held að það er alveg rétt sem að Guðlaug er að segja að auðvitað gengu konur svolítið inn í mótaða veröld sem var mótuð af körlum og vinnuumhverfi og starfsumhverfi. Ég hef trú á því að með fjölgun kvenna í svona mikilvægum áhrifastöðum að þá komi ákveðin svona menningarbreyting með því og ég ætla að leyfa mér að trúa því svona eins og þegar ég leita bílastæði og ég segi þú veist ég hef trú á þessu. Líka ég man ekki hvað það er þannig að íslenska hugtaki er það ekki lottara, hvernig því lottara líðan að líða svona eins og maður sé ekki nógu góður eða þú veist að maður minn ekki standa sig í einhverju verkefni því að þú veist ég helst ekki upp við það að kveika sjónvarpi og sjá einhverju stjórnmálakonur tala að hafa alist upp í fátækt og séu þú veist komnar á staðinn þar sem það er hægt að reyna að breyta einhverju þannig að ef maður sér sig ekki fyrir einhverju stöðu og þá svona upplifir maður kannski ekki ákveðnar stöður séu fyrir mann að það er þannig að þú veist þá fer maður að hugsa bara á kannski fólk með ákveðna reynslu bara að vera í ákveðnum störfum og mér finnst líka bara svo gott að sjá einmitt hjá þessum samstarfsflokkum hvað það er í rauninni mikil breidd bara bæði aldri og reynslu. Mér finnst Helga alltaf svo hress en einmitt hún er 67 ára, ég er 32 ára þannig það er þarna mömmur og ömmur og alls konar reynsla og bara ánægilegt að sjá það og líka athyglisvert að lesa athugasemdakerfi á netinu. Það er svona, það er eins og sumum finnist of mikið ef það eru 5 konur að það sé bara það bara gangi ekki sko. Við vorum að tala jafnrétti, ekki yfirtaka tökur sko. Þannig það er rosalegt að sjá sko að lesa þessar athugasemdir og ég er svo sem bara tek skjáskota af þessu og hlæ en þetta er auðvitað alvarlegt ýmislegt sem að fólk er að skrifa þarna sko. En er eitthvað svona neyðarleg skrif eða útássetningar áhrif frá persónur? Bara aðeinslega að það sé hræðilegt að það séu svona marga konur sko. Og svo sagt með misfallegum orðum að konur séu þarna að trána sér fram og þetta sé bara óæskilegt og hræðilegt og bara, þannig að maður velti fyrir sér hvað telst þá eðlilegt, þú veist, finnst fólki eðlilegt að sé hvað tölur fólk að kalla eftir. En það eru auðvitað þannig að manni finnst einhvern veginn, ég man að það var svo mikil umræð þetta því við vorum alltaf að skora svo hátt í kynjajafnrétti á alþjóðlegan mælikvarða og þar með taldist inn að við höfum haft einn forsætisráðherra sem var Jóhanna Sigurðardóttir og við höfum haft einn forseta sem var Vigdís Finnbogadóttir. Og þá vorum við að tala að við höfum náð svo langt og svo framvegis en þetta var á þeim tíma og er ennþá rosalega viðkvæm staða samt og það er svo stutt í bakslagið af því að við erum ekki komin á þann stað að það geti verið á einu tímapunkti eftir eina kosningar mikill meiri hluti kvenna
alfari konur sem að fara fyrir ríkisstjórn og síðan aftur gæti hitt gerst líka, það væri á einhverju tímapunkti alfari kallar og þegar okkur að fara að finnast þetta ekki kannski skipta máli, þetta stingur ekki augu, þá telja við séum komin á góðan stað. Þannig að mér finnst þetta merkjum að við séum ekki búin að ná fullu jafnrétti ef að þetta stingur í augu. Þannig að þanga til að þá bara höldum við baráttuna áfram. Já, er ekki ein kona dómari við Hæstarétti, ég er ekki rétt hjá mér eitthvað svona, þannig að þetta er ekki komið allstæri í samfélagi. Og þetta er allt svona afsaka orðbragðið, þetta er enskt orðbragð, en þetta er allt svona one-off ennþá. Þú veist, þetta er svona ein eða einn og einn hópur. Þetta er í fyrsta skipti í ríkisstjórn, þetta er í fyrsta skipti í borginni. Þetta er allt fyrsta skipti, sko. Þannig að þá erum við ekkert búin að ná stöðunni þar sem að þetta þykir bara ekkert tiltökum mál. Á hvort veginn sem eða hvaða veginn sem Hvað, hérna, er þetta líka eitthvað sem svona út af Vigdísi Finnbogadóttur, svona kvenhetju að sko yngri konur eru uppgötta hana núna? Já, við náttúrulega sko, við sem ólust upp við Vigdísi sem forseta og það voru það náttúrulega bara kynslóðir sem sáu bara konur sem forseta og þá voru litli strákar sem sögðu sko, ég væri til að vera forseti, þá náttúrulega ekki hægt. Þú veist, að þeir sáu bara konuna og svo er núna náttúrulega bara, minna Ólafur Ragnar var mjög lengi og svo hérna Guðni og þú veist, þá fór þetta aftur yfir í það að forseti er kall og svona, maður sér, ég sá alltaf presta sem svona stóra kalla með skegg, mikinn kraga og svona miklin menn sko, sem fyllt upp í dýragætt, bara út af því hvað ég er alveg upp einhvern veginn og mann þegar sko, amma mín var á jörðu og þá var það bara bekkjarsystir systur minnar, bara með tagl í hárinu, þú veist en svo var það svo fallegt, þetta var bara svona móðurlega aðtöfn og ég sagði, já þetta er hægt, þú veist, en maður hefur bara þú veist, það er svona ímið svona víið sem að maður einhvern veginn hugsa, já það er alltaf þessi gaur sem kemur og hérna já, það er alltaf æðislegt núna bara eins og þættirnir og auðvitað sér fólk líka rauðsokkurnar og hérna þessa fyrstu svona, þú veist, þeirra voru þarna í þvottahúsinu að berjast, sko og mér fannst þeim svolítið sláandi að það væri ekki allir einhvern veginn með á hreinu hvað Vigdís hefði verið mikil rokkstjarna, sko. En svo er náttúrulega, má ekki gleyma því að við erum að tala þau svona, hvað var að segja, þau svið samfélagsins þar sem konur hafa náð og eru að ná mögulega árangri. Sjá, sko, þó það sé ekki endilega orðið viðvarandi, hægt að segja sér viðvarandi en þá. Og það er síðan önnur hérna svið þar sem að konur eru ekki mjög áberandi og það er til dæmis bara í hérna innan fjármálaheimsins. Þú veist, konur fara ekki fyrir fjármálunum og það er, já, íþróttarhefingi líka og fleiri svið, sko. Þannig að það er ekki hægt að segja að hér sé bara allt komið á hliðina að það sé orðið kvennaveldi langt í frá, sko. Konur og íþróttir hafa verið, sko, ég horfi alltaf á kvennalandsleikina, ég held að gera bara flestir sem hafa á íþróttum, það er verið mjög fínt, sko, það eru aldrei fyrirmyndi þar. Kíkt á stjórnirnar í félögunum. Kíkt á stjórnirnar í félögunum. Já. Það helst fimmleikafélögun sem eru svolítið kvenkins. Já. Nei, ég er káeringur, ég er kona formaður káer. Ég láti ekki svona. En ég myndi segja líka í þessu samhengi að sé mikilvægt að skoða, þú veist, þó okkur gangi vel á ýmsum sviðum, hvar gengur okkur ekki vel, það er til dæmis mikil umræða kjör og starfsaðstæður, til dæmis ræstinga starfsfólks og það er oft konur í þeim störfum og þú veist, það er þó að eitthvað eitt líti vel út, gangi vel á því sviði, þá er alveg önnur svið sem að þarf líka að ræða, þú veist, og konur hérna með erlendan bakgrunn, fatlaða konur, þú veist, alls konar svona sem að skarast og þarf að taka tillit til að því að veruleiki okkar er ekki eins, það eru þetta alls konar svona félagslega breytur sem að spila þar inn í. Mikið rétt. Er það enn stjórnmál, förum yfir í hérna, ríkisstjórnin er farin að farin að vinna og það er hérna, fer mest fyrir flokki fólksins sem í gær var gerða stjórnmálasamtökum en hérna það er svona sótt að flokki fólksins, eða ekki? Ég veit ekki, Morgunblaðið sem er drútt í því. Jú, og það var alveg augljóst og það var gert líka meðan þar voru að ræða saman. Að það var verið, svona heyrðist einhvern veginn af umfjallanum, það var ekki stjórntæk og allt það, sko.
það er einhvern veginn mjög margt nota til þess að ná tökum á þeim, af því það er einhvern veginn, fólk verðist vilja reyna að finna einhvern stað og ná ákveðnum tökum á, og ef það er einhverju mögulega veiki punktar þá er gripið í þá. En mér finnst ríkisstjórnin fara vel á stað og ég er mjög hrifin af því hvernig þau virðast vera að ná að taka bara strax utan ákveðin verkefni, eins og til dæmis við erum að sjá úr heilbrigðisráðuneytinu strax að koma ákvarðan að taka lækkun og gjaldi eða samræming á gjaldi vegna eftirlits á krabbameinseftirliti hjá konum, hvort það eru með brakka eða ekki. Það er verið að tryggja það að það verði opnar svona viðkvæmustu stofnanir í sumar sem hefur oft verið umræðefni á sumrin. Það er verið að grípa til alls konar aðgerða. Það er komið strax inn í þingið frumvarp út af Hvammsvirkjun til þess að koma því mál á stað og maður sér bara fleiri svona mál. Það sem er svona, og úr félagsmálaráðuneytinu er að koma töluvert af málum eins og fæðingaróla fyrir fjölburaforeldra og líka vegna veikinda, og ég bara svona tel eitthvað upp sem ég tók eftir, að því mér finnst þetta góð byrjun. Það er verið að taka svona, þú veist, eplin sem eru orðin svona eru þarna á trjánum og setja það hrinda því í framkvæmd. Og það er nú bara mjög hressandi eftir svona frekar mikla láteiðu í þessum efnum á undanförnum árum. Að þú varst bara með flokka sem komu sér ekki saman neitt og það bara hafði þau áhrif að lítið gerðist. Þannig að ég er bjartsýn á að þetta verði ansi gott. Já, ég er það. En þína? Sko, já, varðandi pöngið utan í flokki fólksins að ég sá það svolítið fyrir mig þegar ég var í bæjarstjórn og þá fannst mér oft að ég sá þetta svona líkamlega fyrir mig að þú sparkar í þann sem stendur næst þér, fóturinn á þig næri ekki í þá sem eru fjær. Þannig ég er svolítið búin að vera að hugsa það, er flokku fólksins svona upplifa þau það er svolítið þannig að þú sparkar einhvern veginn í þann sem er líkastur þér. En ég veit ekki hvort að það er rétti föti á mér, en svo náttúrulega verða þau að standa þær og þau að standa við stóru orðin. Það voru stærstu yfirlýsingarnar voru við erum verkstjórn, við ætlum að gera hluti. Þannig að það er bara eins gott að drepast þar, að vera ekki með yfirlýsingar þú ætlir að koma og bretta bermar og gera. Að ég held að þetta sé nú ekki tilviljun, það er mjög meðvitað að sína og þess vegna er þetta eplin sem að taka málin sem voru mögulega tilbúin eða mér langar líka að nefna sprauta í varir og þetta að setja eitthvað svona þú veist, taka á hlutum sem að hefur verið svona eitthvað í starfshópavinnu í mörg misseri. Já, eða ekki og er bara auðvelt og sýnilega auðvelt að taka ákvörðun og gera það er á mörgum sviðum eins og bara það sem hefur reglugerðir og annað það sem getur gert þessar breytingar. Þannig að það er bæði, já. En aftur á móti finnst mér endar svona já, þú veist, það sem við erum að heyra ég er ekki að grúska í pólitíka alla daga en þannig það sem ég heyri það er þetta styrkina til stjórnmálasamtaka og svo heyrir maður gallabuxur og kóktappa. Já. Og mér finnst þú veist, það er heimurinn ég hef svona tilfinningun í dag að maður hugsa svona til hrunsins, þú veist, þá var að birta þá sá maður ekki strax hvað kakan var rosalega stór. Þú veist, maður sá eina sneið í einu af horrornu sem var í gangi. Já. Og mér finnst þess að núna, þú veist, Ameríka, ég sá fréttum að nú sé verið að fara að gera skurki því að útrýma einhverfu í Bandaríkjunum og eitthvað svona, þú veist, að sem er náttúrulega galið og það er alls konar yfirlýsingar, þú veist, vísa fólki út og já, það hlýtur að vera bara einhverjar, ég veit ekki hvort er ætla að fara sömu leiðan og með Downs eða hvað er ætla að gera, banna fólki eiga börn eða eitthvað, þetta er náttúrulega bráða ættgengt. Við erum 4 í minni fjölskyldu þannig að og greinilega ekki fólk sem ætti að vera til eða hvað. Jú, alveg. Nei, ég segi svona, þú veist, þannig að það er alls konar svona blíkur á lofti og hlutir sem eru hræðilegir og svo er fólk í vinnu fyrir okkur, þú veist, að tala fötin sín og maður er einhvern veginn bara og þessi ágæti maður, heitir hann ekki Jón Pétur Símsen? Það er kóktapamaðurinn. Já, ég veit það. Hann er líka fluttur og hann alltaf flyttur ekki eitthvað leið og tjalda í Kópavogi. Við fórum tækið við og tjalda í Kópavogi. Ég finnst vandamál heimsins vera stærri en það. Já, ég mér líka. Og ef ég aðeins bara gera létt grín af þessu, þá get bara því miður hlusta hjá Sölverta þessari umræðu og las hana og nú sé ég bara fyrir mér þingmenn einhvern veginn að kunni ekki að opna kókflöskur og sull yfir sig alla. Þetta var náttúrulega
þetta náttúrulega bara grín að taka þingi í gíslingu 4,5 tíma með svona, en þetta lýsir bara, finnst mér innan Sjálfstæðisflokksins, þarna að endurspeglast að það forystuleysi, af því það náttúrulega í gangi núna leiðtogakosning, það ákveðið svona inntaksleysi og ég sá það líka í kosningabartunni, það voru að rekna nokkrar kosningabartur eftir kjördæmum, það var svona vantaði samræmingu, þannig að það vantar svona vantar forystu og þetta svona held ég einkenni þess, þá bara eru menn í þessu á þess að neitt segja neitt sko. Ég hefði verið tekið í hnakkan á mér skiluru af mínu þingflokksformann á sínu tíma og sagt bara, heyrðu, hvað ertu að gera sko? Og við erum verðum að horfa þess á hvað skiptir máli og hverju okkar áherslur eru í stjórnmálum sem skiptir. Ekki gera sig að fíbli. Nei, og bara þú veist, eða ekki, þú mátt henda inn svona setningu en þú tekur ekki 4,5 tíma skiluru. Man notar einhverja myndlíkingar til að koma einhverju áleiðis en þetta var 4,5 tíma umræða Já, bara ef að þetta stærsta vandamáli í þínu lífi á fastir tappar á gosflöskum þá ertu á frekar góðum stað í lífinu ef að þetta stærsta hindrunin sem að þú þarft að nota sal Alþingis til þess að ræða þá ertu bara kannski ekki alveg í tengslum við veruleika með þorra almennings og þú veist að því við erum að tala þingið og þá finnst mér einmitt áhyggjefni bara friðamálin þú veist hvar við erum stödd þar og hvernig framtíðin líti út og hvernig Ísland ætlar að staðsetja sig gagnvart breyttum heimi. Já, mér finnst það að vera svona áhyggjefni. Og ég held einmitt sko að það eftir að koma betri ljós hvernig þetta kemur til með að starfa og hvernig þessi nýja ríkisstjórn og þessi ráðuneyti, hvernig þau eru þegar tannhjólin ekki alveg komin kannski á fullt sko og mér finnst aðeins eins og hvað maður pælir í þessu sko fljótlega eftir að þessi ríkisstjórn myndu þá yfirtók svolítið þessi öryggis- og varnarmál alltaf umræðin og þingið var þetta ekki komið saman og svo einhvern veginn kemur það saman og það getur óveður og svo eru þarna, þú veist, allar fyrirsagnirnar snúast Trump og Putin og svo einhvern veginn fór athyglin öll á borgarstjórn, þannig að maður er kannski alveg komið tilfinninguna fyrir því hvernig þetta kemur til með rúla en það verður bara mjög spennandi að sjá og manni finnst þessi maður bara við allt í ná þessum mánuði, það er ekki nema rétt rúmur mánuði síðan Trump tók við embætti og við okkur blasir bara breytt heimsmynd og maður er alveg komið með smá svona kvíða og ég veit ekki hvort það við miklu líka en maður vaknar á mótnana og kíkir í síma og bara hvað nú sko og það getur bara allt gerst og manni finnst þetta svona, það er að breyta skrinlega valdajafnvægi í heiminum öllum og maður spyr því svona hvar eru við stödd í þessu öllu saman og mér krossbrá sjálfri þegar ég byrjaði nú einmitt þessu umfjöllunum varnarmálin sem var bara þarna í byrjun desember þá afhjúpaðist bara og allt í einu fekk ég upplýsingar sem ég hefði verið að kalla eftir í talsverðan tíma uppbygginguna og allt í einu fekk ég gögnum það og þá bara svona brá fólki, þú veist, allavega svona flestum sko, en einhverju kannski sem voru búin að vera að vinna í þessu inn í ráðuneytunum og í starfshópum og svona vissu alveg hvað var í gangi, þú veist, en eins og þegar maður teiknar þetta bara upp og birtir staðreyndir máls, þá svona vaknaði fólk svolítið til lífsins bara hvað er að gerast í heiminum og og umræðan hefur verið mikið þetta, varnarmálin og öryggismálin og fjölþáttaógnir og þessi æfing þarna Ísland ótengt, ég veit ekki hvað ég er búin að gera mikið fréttum svona sviðsmyndir sem gætu blasað við ef að illa fer og það er svona, já, allt inn maður, já, og ég er svona stundum að leggst á kottan þá hugsa maður bara byrju, þú veist, er maður bara hefði ég trúið að ég væri að skrifa þetta bara í haust, sko, þú veist, þetta er svolítið skrítið. Já, og það sem mér hefur alveg þótt skrítið í mínum fréttafylgja, maður vill auðvitað ekki valda óþarfa áhyggjum en okkur ber skylda til þess að fjalla málin eins og þau eru en í hvers skipt sem ég tek upp síman og ringi einhverju sem er veita mér upplýsingar þá heldur maður oft kannski þú með eitthvað sem bendir til einhvers og svo ringir þú til svona einhverju leita að vona sig nei, þú veist, þetta er ekki þú veist, en mér bara mjög oft þá svarar einhver segja, já, bara og ég er mjög til að tala þetta og hér eru gögnin og svona er þetta og því miður og maður svona
þú veist, svo bara rúlar þetta og einmitt maður tekur viðtal við einhvern sem bendir mann síðan á einhver önnur atriði og svona heldur maður áfram og allt í hennu bara teiknast upp einhver mynd af veröld sem er öðruvísi en hún var. Það sem að, þetta alveg rétt og gott að skuli tala þetta, það einhver óróleg í manni yfir þessu og ástæðan kannski líka svo að jú, við höfum, það svona þetta grímulösa virðingarleysi gagnvart sjálfstæði annara þjóða, Úkraínu eða Grænlandi eða hvað það er og fyrst hugsa maður þetta er forseti Bandaríkjanna að tala eins og hann talar eitthvað svona og maður svona einhvern veginn, en svo þegar maður er farin að sjá þessu bara fyllt eftir af ráðherrum þaðan, af ráðherrum og öðrum stjórnendum í Bandaríkjunum sem eru að fylgja þessu eftir, þessu sömu ummæli, þessu sömu viðhorf, þá fer mann, það verður bara að segjast alveg svo heilbrigðisráðherra sem að talaðu mann sem orm í hausnum eða hvað, einhver frekar spesgaur. Það er bara margt. Róbert Hundi. Já, þetta er svona, veit ekki alveg hvort maður að horfa okkur að bíómynd og þetta eru, þú veist, að minnstakosti 4 ár og hann er rétt byrjaður og byrjaði með kvelli, sko. En hann er vísmið, sko, Trump hann eftir að reka marga ráðherra og hann er búin að láta, ég var að lesa í morgun, að það er búin að loka 8.000 vefsíðum sem eru meðal annars loftslagsvanna og eitthvað þetta. Sko ef orðið kyn kemur fram í rannsókn til dæmis, ef orðið kyn kemur fram í rannsókn, þá má ekki fjármagna þá rannsókn. Það er mikið af bara svona efni sem ég fylgist með bara í kringum mín svona störf að þá allt í hann eru rannsóknarverkefni bara í uppnámi, það er ekki lengur, þetta er ekki lengur á dagskrá, búið að reka alla, búið að loka þessari stofnun, þannig að það er mjög mörg bara kipt úr sambandi. Bara einn leikur, sko, ekkert hugsa út í hvað tekur svo við, hver afleiðingarna verða. Svo er þetta náttúrulega líka bara áfall fyrir fólk, þetta foreldrar mínir voru miklu hippar, þú veist, og einhvern veginn héldu að það er ekkert aftur neitt svona einhver innrás í Evrópu og þú veist, þetta er svona bara áfall fyrir fólk sem einhvern veginn hélt að við myndum aldrei þurfa að horfa í augun og eitthvað svona ógnið aftur og maður spyr sér líka með sín litlu börn og svona bara hvaða veröld eru þau að Við vorum líka, ólust ekki upp við eldgos í hverja mánuði, ekki heldur með eitthvað svona plágur landlægar sem að þetta var allt fyrir 100 árum sko. En hínu stjórnum við menninni sko, þú veist, það er ekki það sem við máum ágjur af. En mér er sennilega mjög sláandi bara eins og að fylgjast með umfjöllunina sem varst með þetta, hvað er sláandi einhvern veginn að hvað þykir sjálfsagt að við séum bara komin á þennan stað, ekkert eitthvað svona byttu, kannski þar meiri umræða eiga sér stað í samfélaginu það sem er eiga sér stað og þú veist hvort að almenningur, þú veist, hafi tekið þessa umræðu og þú veist, hvar fóru þessi umræða fram á þinginu og svo framvegs að þetta er aldrei bara eitthvað þetta er staðan, þau eru bara að sæta ykkur við þetta svo þau eru bara eitthvað neyðabirðir og bara eitthvað áfram og maður er svona, wow, byrju, hvernig gerist þetta allt saman? Já, ég er svolítið samanlega, þetta er alveg nýbreyta. Við þurfum að vera að hugsa þetta sko í áratugir sko. En það sem mennindi gera er náttúrulega oft afleiðinga því sem náttúran gerir. Veist, ef það verður þurrkur, þá verður flótti, þá verður straumur flóttafólks, þá verður hægri stefna, þá verður lokunarstefna og svo framvegis. Þannig við erum náttúrulega, ég held að það sé ekkert eitthvað, þetta er ekki aðskilið. Já, Trump og það við. En ég held að það sé ekki aðskilið. Flóttafólki, við getum orðið, vitum ekki hvað gerist hérna. Ég held að polarisýringin sko og svona þessir svona auka hægriflokkar sem eru að koma upp, þeir eru að reagera á þetta. Og ég meina Íslendingar gerðu þetta nú, vesturfararnir. Ég meina hvað komu þangað í stórum stíl og þar hafa byggst upp stór íslensk samfélag. Ef að vindáttin hefði verið önnur þegar Eyjafjallajökull gaus, ef að vindáttin hefði verið öfug, hvað hefði þá gerst? Já, einmitt. Þannig að við eigum ekkert nema daginn í dag og þá er bara eins gott að vera vera almennilegur líka bara til að eiga kannski einhverja inneign og mér finnst svo mikilvægt að við skipum okkur þannig Íslendingar að við séum í samstarfi við Evrópuþjóðir í þessum málum og í þéttu samtali við Evrópu. Ég sett sko að því að hann er svona ásalest Grænland og þetta fylgir svo ykkur alvara, þetta er ekki bara að tala út í loftið, hann meinar þetta ábyggilega og næsta herstöð Bandaríkjanna við Grænland er á Miðnesheiði sko. Það er þess vegna. Þú varst að segja okkur frá. Akkurat. Já, verður hún mér fannst bara mjög sjokkerandi þarna þegar ég fekk þarna að fara inn á varnarsvæðið og fekk að sjá all þessu uppbyggingu þarna og
og mér varst mér sláandi þessi skemma, þetta eru nokkrar skemmur sko sem þeir eru að koma upp sem er einhvers konar, flugvöllur í boxi, þetta er hérna allt sem þarf til að koma upp flugvelli, hvort sem það er hér á landi eða einhvers þar í nágrunni við okkur og þá hugsa maður bara af hverju þarf það og það er náttúrulega bara því það er hægt að skemma flugvelli eða það er skyndilega að koma upp einhverjum flugvelli á Svalbarða eða ég veit ekki hvar, þú veist, og þetta er hérna já, menn eru bara að þessu og fjármagna þetta og viðlegu kantur þarna Helguvík fyrir stærstu herskip NATO, þetta er bara í alvörinu að gerast núna og mér fannst líka aftur fekk ég smá svona kvíða þegar maður það er búið að gefa út þessa bækling á Norðurlöndunum til almennings hvernig er að koma sér upp einhverjum varabyrðum og rafhlöðum og handsnúnum langbylgi útvörpum og svo er bara ekki lók fyrir það skotið að svona bæklingar, einblöðungar eða hvað þetta verður einhvern veginn sent hérna. Sko ég var á Vínabæjarmóti Hafnarfjarðar sveitafélags 2022 í Uppsala og þá voru öll hinn Norðurlöndin með á sínum sveitafélagasíðum takka sem segir hvert ferðu ef það er árás. Þá er náttúrulega Úkrænustríði bara nýtt. Já. Og við vorum alveg svona nú byrju hafnarfjörður.is ef að fara að setja svona napp sko hvar er byrgið sem ég fer í við erum bara að því náttúrulega þau sem eru á meginlandinu eru þarna Finnland þess þá heldur sko en hinn voru líka með bara svona napp á heimasíðu sveitafélagsins neyðarviðbragð við innrás þú veist og svo náttúrulega þessi tollastrið og maður veltiði fyrir sér nú hvar allir einhvern veginn svona inn á við og hugsa bara sig og sitt öryggi og það sé hérna hagvöxturinn í þessum einingum og allt fungeri án sambands við hinn og eitthvað, þetta er náttúrulega rosalega mikið skref aftur á bak og við er erfitt að sætta sig við eitthvað svona heimsmynd þar sem að fólk hugsa bara einhvern veginn svona og þarf að standast einhverja svona viðskipta þvinganir og annað, þetta er bara sem getur gerð braut svona lífsafkomu og lífskjöru fólk Já, maður upplifir svolítið svona þetta sé svona þessu stjórnan svolítið af svona drifið áfram af ótta og græðgi þú veist og það þýðir að þá ert að halda í þitt og reyna að hámarka bara þitt og á þess að spá í aðra sko og það er mjög vondur staður að vera á. Reiðikallin er fann af áhrif á okkur öll. Mér finnst líka bara maður hugsa sko heimsmyndina, við höfum Vesturlandabúar að horfa alltaf bara á Atlantshafið og landakortið í kringum það einhvern veginn, þú veist, og það eru er ekki 450 milljónir í Bandaríkjunum og hvað eru 700 eða hvað er þetta, milljarður eða eitthvað, þú veist, þetta er, en svo eru bara 7 milljarðar manna sko hinum megin á nettinu sem öll vilja ískáp og bíl og sjónvarp og eru núna vakna til vitundar vestrænt samfélagi því þau eru öll komið með TikTok og síma og sjá hvað við erum búin að vera lífi við lifum hér. Þannig ég held að sé að breytast bara svo margt svo ótrúlega hratt sem við núna bara á 10-15 árum þá erum við að horfa fram á bara og ég man ekki var að hlusta á eitthvað svona spjalla þar sem var verið að ræða heimskortið og horfir á það sko þú veist, hvernig þú lítur á það, bara hvernig þú lítur á heimskortið og við erum kannski bara búin að gleyma okkur í þessu hvernig við lítum á það sko. Sem Ísland er svona í miðjunni geislar út frá því en við erum líka sko við erum á hluta á Ameríkufleikunum sko Já, og ég hugsa þetta staða Íslands þú veist, í þessari breyttu heimsmynd hún er þú veist, varhugaverð. Það þarf allavega, þú veist, bara við þurfum að gera okkur grein fyrir henni, sko, og bara haga okkar málum svolítið eftir því og ég held að það sé mikilvægt að við eflum allt sérstaklega samstarfið Norðurlöndin og stöndum í Úkraínu og reynum einhvern veginn að svona, þú veist, og mér finnst jákvætt hvernig þau tala eins og Kristrún er búin að vera og á þessum fundum og svona og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við sýnum mikla skynsemi í öllum okkar skrefum í þessum málum. Já, verðum að gera það en þetta kom mjög mikið óvart og það væri bara komin nánast testuð þarna upp á minniseiði sko. Og það þýðir bara að það er eitthvað tilgangu með henni. Já. En og við þurfum að vita af þessu. Það er svolítið. Það er mjög bara En þeir fara vel yfir þetta á eftir sérfræðingarnir Gunnar Smári og Hilma Þór. En Guðlaug, þú sendir mér heimalærdóm
Já, grein sem þú skrifaðir þegar þú varst formaður BHM? Já, nei, þetta var 2016 þegar ég er nú í bæjarstjórn Hafnarfjarðar og er að horfa á utanfrá á það þegar lífeyrisréttindum var breytt sem er í raun undirrótin að kjarabaráttu kennara í dag og mér fannst ekki nægilega talað skrefið sem var verið að taka. Þetta hét allt saman að jafna kjör milli þá almenna markaðar og opinbera markaðarins. En ég hefði viljað að yrði horta á þetta meira frá Kynjasjónarhorni og svona ævitekjumódel einstaklinga í landinu, meira heldur en að þessi markaður ætti sami réttindi og hinn markaðurinn. Því að skrefin sem voru tekin voru að mínum að þetta galinn frá svo mörgu sjónarhorni að í fyrsta lagi það að vera að hækka iðgjöld í lífeyrissjóð á tíma þegar að stærsti vandi fólks var það var svona tvennt sem brann á sem að maður hefði sagt þetta er forgangur, það er aðgangur að heilbrigðiskerfi og það er aðgangur að húsnæði. Og það er ekki fyrsta hjálp við þessum vandamálum að taka stærri hluta af launakostnaði og setja hann inn í lífeyrissjóð sem að fer síðan að þurfa ávaxta fyrir 3,5%. Þú veist, alltaf, any given time. Iðgjöld inn í LSR á þessum tíma voru 2 milljarðar á mánuði eða 2 árum fyrr þegar ég satt þar og mér fannst bara svo hugsun að vera að dæla meira þarna inn til þess að jafna kjör milli vinnumarkaða og lofa síðan upp í ermin á sér að opinberi starfsmenn myndi bara fá launahækkun á móti og það sem gert var leið við opinberi sjóðuna var að það var breytt, ávinnslinu var breytt úr jafnri yfir starfsævinni í aldurstengda sem þýðir að mesta ávöxtunin eða mesti virðisaukinn fyrir þinn lífeyrissjóð er fyrstu starfsævinnar þinnar og það er í mínum augum bara mjög augljóst að langskólagengi fólk er að bera skarðan hlut þar vegna þess að það fer seinna að afla verulegra tekna af því það er í námi og sá hópur, ég fór fyrir 75% kvenkyns bandalagi háskólamanna og þetta er konur og þannig við vorum að taka skref taka frá unga fólkinu tækifæri til að styrkja hinar 2 stóðunar í þriðju stóðuna sem er séreign og enga sparnaður, kaupa húsnæði sem er eiginlega eina almennilega fjárfestingin á Íslandi í dag enn sem komið er og við í staðan fyrir að láta fólk fá bara meira handan á milli að þá var þetta ákveðið í svona einhverju bara, við ætlum að gera þetta. Það er bara lengi langað að gera þetta og nú ætlum ég að gera þetta. Og í raun búa þannig að hægina fólk, og hvar erum við í dag? Við erum með stóran hóp opinbera starfsmanna í mikilli baráttu til að reyna að ná þessu andlagi sem átt að koma. Þetta er að jafna kjör milli markaða og ég held að mér sé verið Inga Rún sem er formaður samningarnefndar sambandsins sem sagði alltaf það er svo erfitt að hreyfa massa. Það er svo erfitt að hreyfa massa. Það er svo erfitt að hækka hóp sem er einsleitur. Vegna þess að það fá bara allir launahækkun í staðan fyrir að þetta sé einhver svona breytilegur hópur sem er ekki allir á sama taxta. Þá er auðveldar að setja inn einhverjar tölur sem kom ekki alveg bara eins og einn, kuppur. Þannig að ég skrifaði þarna einhverja grein þetta hvort þetta væri lífeyriskerfi fyrir allar og ég svona tilefna þess að vera á kvennadegi og konudegi og líka bara kennara baráttan að ég skrifaði ég hef 3 orð að segja þessa jöfnun kjara launa og það er fugl í skógi og núna eru kennara, ég bara tek hatt minn ofan fyrir þeim og finn til með þeim í þessari baráttu og þau eru að sækja þennan fugl og það er bara þrautinni þyngra og er að reynast þá og eru náttúrulega núna að leysast upp í bara það að fólk er farið að segja upp og þetta er fólk sem er búið að vera mjög erfiðri, ég þekki það frá sveitarstjórnartímanum að kennarar í grunnskólum og leikskólum eru búin að standa í raun, ég held að fólk gleymi því oft og þau eru að standa vaktina til dæmis í hælisleitenda og flóttamannalínunni, þau fá þessu börnin í skólana og það var mikið hugsað styrkja, félagsþjónustun og hitt og þetta, en ekki endilega hvað gera kennararnir sem að bara á mánudagsmorgni þá er bara 2 börn horfin, hvar eru þau, svo koma önnur börn og þau eru mállaus og þannig þetta er fólk sem búið miklu álagi og er núna að sækja þetta mörgum árum setna þetta lofórð og ég er jafn ósátt við þessa breytingu í dag eins og ég var þá, að ég held við höfum verið að gera grikk, það er mjög oft sem ákvarðanir eru teknar sem að
það bitni einhvern veginn alltaf á unga fólkinu og fjölskyldufólki. Það einhvern veginn, þú veist, eins og með lífeyrismál þá, þú veist, ég var eitthvað svona bara tímaskekkja að vera að tala lífeyrismál, þú veist, rétt upp úr 40 að því ég var formað, ég var að læra þetta en það var enginn til að tala við mig þetta sko, ekki nema maður 68 ára þú veist, þannig að við eigum að hugsa sko miklu framar í kynslóðunum og í dag þú veist, hefur eitthvað voruð auðveldar að fá sér húsnæði í dag Ég er líka oft veltist fyrir mig svo skrítið hvernig þessu háttað, þegar sko ungar fjölskyldur eða ungt fólk og fólk sem að koma þakka yfir höfuðið og svo lítil börn og þetta óbúslega kostnaðarsamur tími fyrir fólk þegar það ungt. Það kannski að borga af námslánum, reyna að koma sér þakka yfir höfuðið sem lítil börn, þarf að borga daggæslu sem þú veist, það ofbúslega dýrt. Við ættum í raun að byrja sko á hærri launum og lækka með árunum. Já, því svo bara sér maður hvernig það gerir sko, því að svona bara sem betur fyrir vel flestir komast í gegnum þetta og eiga síðan kannski ágætis pening þegar það komi á svona tímabili ævinu þar sem það kannski hefur bara miklu minna við peningin að gera. Og og það er svolítið ójafnvægi í þessu sem maður sér kannski lánakjör voru, þú veist, ég menn á þessum tíma var helst hægt að taka lífeyrissjóðslán ef þú áttir rosalega mikið á móti, þú veist, þannig að þú veist alveg bara, þú veist, á grænni grein, þá kannski fengið gott lífeyrissjóðslán, þú veist, engan stuðning þaðan inn í, þú veist, þetta kerfi er rosa mikið að hjálpa, þú veist, lífeyrissjóðslánin voru sett upp, það er besta fjármögnun, besta ávöxtun lífeyrissjóða eru lánin til sjóðfélaga, það er bara þau traustust, sko, og að þá var það ekki sérst að stýra, mér fannst rosa erfitt að vera formaður launþegasamtaka sem var ekki að sinna, þú veist, verststadda hópnum með þessu tæki, heldur vorum að sinna þeim sem voru beststödd. Þannig að mér finnst oft það sem við gerum og núna þegar það fara að gera átak í uppbyggingu húsnæðis og það ég trúi því og treysti að það sé sko stefna borgarinn að sé blönduð byggð, að það sé ekki, þú veist, bæjarblokkin og svo þetta og þetta, en það sem gerist þegar farið er í átak er að það eru ristarblokkir sem eru fyrir, þú veist, tekjulága, þannig að við erum alltaf að fara gegn okkar eigin stefnu og gegn þörfunum, þú veist, þetta, já, og ég, eins og ég segi, ég á eftir að sjá hvernig svona endanlegur nú vonandi klárast nú, þú veist, farsælega þessi deila sem er í dag og þið erum hana í fanginu að með kennarana en þú veist, þau get ekki, við vitum það alveg að þessir svona massa hópar, þeir get ekki tekið sko fyrirfram greiðslu og svo loforð vegna þess að þeir verða fara með svo mikið afl inn í baráttuna og þannig að þeir verða að sjá raunverulega, þú veist, að þetta er svo rosalegt effort sem eru að púðra út í þetta sko þannig að og svo líður bara tími og þá dragast þér aftur úr og svo kemur að einhverju öðru svona skrefi og aftur að þessum jafnréttismálum og spyr maður sér þetta mikið kvennastéttur og maður spyr sig væri þetta staðan, væri kennarar með jafnaði 20% lægri þeir vilja 20% hækkun á sínum tekjum sem þetta sé algjörlega rétt krafa, maður spyr sig ef þetta væri hefði verið kallastétt, þú veist, væri þetta það öðruvísi í dag. Það er oft, mín upplifun í Karphúsinu var eiginlega að ég var ekki að semja fyrir mitt fólk við minn mótaðila, ég var í raun og veru alltaf að semja við Alþýðusambandið, einhvern veginn óbeint, þú veist, sem var ekki í herbygginu og Samtök atvinnulífsins sem voru ekki aðila samningnum, þú veist, þannig maður var aldrei alveg, sko, ég upplifði einu sinni, það var samtöku í Reykjavíkurborg og þá voru við raunverulega að semja við borgina. En nú er heyrifst maður, sko, sýnist maður á þessari umræðu. Þetta náttúrulega gerist að mestu lítið vandamáli er þessi hnútur sem verður til 2016 þegar það er samið þessa jöfnun lífeyrisréttinda og síðan áttu ykkur ABC að gerast í kjölfarið. Já, og að gerast í kjölfarið sem síðan verður ekki. Og það snýst þetta og þess erum við komin á svona í mjög einföldu máli fyrir leikmann hérna úti. Þá sér maður þetta svona og ég velti þá fyrir mér að spyrja manneski með reynslu svo þig, ég meina hvernig getur það farið átt sér stað, það er að segja hvernig er þá hægt að mæta og jafna Sko við erum bara að bera saman svo rosalega ólík kerfi og ég kennarasamningar eru rosalega kerfisbundni, þeir eru algjört hnitakerfi og það er rosalega lítið svigrúm til hreyfinga og launaskriði sem verður á almennum markaði, það gerist sko maður og mann og það er aldrei sest niður og sagt nú ætlum við að hækka allan 20. Það er einhver sem fer, þú veist, og það er líka yfirleitt mjög kynbundið að kallarnir fara á undan og eða þú veist, og ákveðna stéttir fara á undan og fá yfirvinnutíma eða hækkun eða launasamtal, það er ekki hjá kennurunum. Þú veist, þannig að öll hreyfingin er gerð,
alveg á taflborðinu, þú veist. Þannig að... Já, það ekki svona persónulegar launahækkanir. Nei, mjög lítið. Þannig að, og það þeirras eigin stefna að hafa þetta svona ofboðslega, eins. Það voru komnir einhverju pottar. Já, og svo verður mjög oft, það mjög oft hræðsla við að, við vorum mjög oft að glíma við það hjá BHM að til dæmis ríkið var mjög hrætt við að nota þessa potta, að því að vinnuveitandinn á hverjum stað yfirmaðurinn á hverjum stað hrættur við að rökstyðja og segja sko, já, nú hefur bara Guðrún gert meira en þú, skilur, og geta staði í fæturna með það að hún fékk aukalaunaflokk að því að. Og svo líka geta tekið hann aftur af henni þegar hún ekki lengur að gera hlutin. Þannig að fólk hrætt við að nota þetta og kerfin og opinbera markaðum eru bara stirðari og já, þannig að ég held, þú veist, það var reynt að horfa til Norðurlandana á það hvernig þau eru að gera þetta og í raun það sem að þau gerðu var að í raun þrengja svolítið að þessu skriði, þú veist, að þetta alltaf bara í raun ein púlja, þannig að hjá okkur þetta alltaf þannig að á almennu markaðinu þá er bara einhvern veginn óheft á ákveðnum sviðum en ekki á öðrum, ekki á skúringafólki sko, eða restingafólki, en á ákveðnum sviðum þá er endalaust sviðrum til þenslu og það náttúrulega skila sér inn í tölfræði og meðaltöl og svona, en síðan gerist það ekki hinum megin við og þá þarf það fólk alltaf að sækja þetta með hnefanum. Þannig að þess vegna hafði ég bara eiginlega sama og enga trú á að þetta væri að fara, mér fannst þetta mjög innantómt loforð og ég er mjög áhugasöm að sjá sko hvernig kennarar, hvernig þeim reiðir af með þessa baráttu sína. En þetta í 9 árum síðar, var þetta ekki 2016 sem þetta var samþykkt að þá er þetta allt í nót? En ég meina orð skuli standa, ég er alveg sammála þeim sko. Eins og það verðst að fara í söguna, það er bæði athyglisvert og gagnlegt, þú veist, og mér finnst líka í þessu samhengi að því maður er að skoða, þú veist, eins og einu sinni var það þannig að laun þingmanna og kennara voru sambærileg. Hvað gerðist? Þú veist, virðismatið. Af hverju eru ákveðnir hópar, taldir, þú veist, hvað merkilegri en aðrir eða hvernig, þú veist, mér finnst alltaf svo athyglisvert að skoða bara stóra samhengið í rauninni. Og það til miður er þetta kynjaspil sennilega eitthvað hefur haft áhrif. Það er mitt. Það sé svona mikið, já, ég ætla að segja það að nú man ég ekki hvað að segja. Ég skal, að því ég myndi það sem ég ætlaði að segja áðan sem var að sko líka samanburðurinn á sko lífeyriskerfum milli almenna og opinbera markaðarins að við létum gera greiningu opinberu samtökin á ákveðnu tímapunkti þarna í aðdraganda að þessu máli, sannlega kringum svona 12-14 á því sérst í raun og þeir alltaf talaðum að við séum að opinberi starfsmenn hafi svo rosalega góð lífeyriskjör og við fórum og létum bara greina það, hvað verður þetta. Sannarlega fer mikið af okkar launakostnaði inn í lífeyrissjóðin, en hvert fer það svo? Og í raun var það þannig að til dæmis eins og BSRB og svona hópar sem voru sko undir meðal, þú þurftir að vera meðaltekjumaður eða hærra til þess að fá raunverulega sko þessi auknu iðgjöld til þín í ellinni. Vegna þess að á svona neðri skalanum þá fór þetta bara í krónu móti krónu skerðingar úr almannatryggingunum. Þannig að í raun það sem að þessi lífeyrissjóður opinbera starfsmanna var að gera, hann var að létta á almannatryggingakerfinu sem greiddi síðan hinum. Þannig að sko fólk tekur stundur svona rörsýn og segir bara þetta er ekki jafnt, við erum að jafna þetta. En það vantar stærri myndina sem segir á endanum við vorum að segja, sko, við ættum frekar að falla frá því að vera að greiða þetta inn þarna vegna þess að stór hluti, 60% af okkar fólki færi þetta ekki. Þannig að þú ert að segja að það jafnist á hinum endanum, hvort heldur sem er. Greiðslurnar urðu að einhver. Já, það er skerðast. Já. Látið okkur vita það sem er konuð innan aldur. En hvers er að vænta svona á næstunni? Við erum sem sagt Við erum með nýja ríkisstjórn, nýja meirhluti Reykjavík og það eru konur alls þar. Nýjan forseta, nýjan biskup. Já, en munu sko samfélagið okkar þróast eitthvað út frá því eða fer þetta bara... Ég vona það og ég vona líka sko að því að bæði sjáum við bara hvernig stjórnvöld hafa verið að setja fram stefnur og áherslur að svona eins og ég sé þetta sem sósíalisti að þá sér maður einhvern veginn hversu langt einstaklingshyggjan hefur náð bæði í samfélaginu og mótað líka ákvarðanatöku stjórnvalda að einhvern veginn, þú veist, hver og ein manneskja, hver og einn einstaklingur ber einhvern veginn ábyrgð á sér og eigi að standa sig vel og ef eitthvað fari úrskeiðis í lífinu að þá sé það bara dálítið þér að kenna og þú þurfir að vera duglegri.
Þannig ég vona þetta eru misjafnar áherslur, þú veist, hjá misjafnum flokkum, en ég vona dálítið að við fáum þessa svona samfélagshugsun og svona þessa hugsun fram að við erum saman í þessu samfélagi og við þurfum að, þú veist, mynda samstöðu það sem við erum sammála til þess einmitt að, þú veist, þeir fjölbreyttir hópar sem að búa hér í þessu samfélaginu, upplifi að það sé raunverulega hannað fyrir þau öll. Að því ég held einmitt bara, þú veist, þessi hugmyndafræði, hún hefur bara mótað mann svo mikið, mótað mig persónulega, að einhvern veginn maður þurfa alltaf að vera, þú veist, að standa sig betur og þegar maður setur alltaf fókusin á sig, þegar ungt fólk kannski setur fókusin á sig, að það sé einhvern veginn þeim að kenna sé ekki búin að kaupa íbúð og þú veist, sé ekki búin að leggja nóg fyrir og eigi nægan sparnað og eitthvað svoleiðis, að þá auðvitað, þú veist, maður ekki eins gagnrýnin á samfélagsstruktúrin og hvað það er sem að bara samfélagsgerðin getur gert eða ætti að vera að gera til þess að gera fólki auðveldra bara að búa og geta átt penning og mat út mánuðin og geta einhvern veginn blómstrað og fengið tækifæri til þess að sinna sínum áhugamálum en vera ekki alltaf einmitt að hlaupa í auka vinnu til að ná að greiða niður lán eða eitthvað svoleiðis, sko. Þannig ég vona líka að það fari fram eitthvað svona starra samtala og áherslubreiting einmitt bara hvernig ætlum við sem samfélag bara virkilega að vinna að málum, sko, ekki bara ein manneskja heima á sér út í hotni einhvern veginn að berja sér niður fyrir að hafa ekki staðið sér nægilega vel í lífinu. En það sko, ég hef verið að gefa út tímariti Heimi best og þar eru sko meðalaldur áskrifanda eins og hárábíla svipað bara mokkbónum eða eitthvað. En það alveg, sko, það fólk hringi til mín, eldra fólk, og það verður bara hætta vegna þess að næri kendur saman. Sko. Og stundum langar maður bara að senda blaðið frítt bara þegar maður hlusta á þetta. Það er svona fólk bara lifir bara við mjög kröppkjör. Og svo komum daginn að þá hringdi mér kona á Sauðárkróki, eldri kona, og nú færum bara að vita það að blaðið sem hún áskrifandað á pósthúsinu. Það er ekkert borið lengur heim, sko. En ég hef ekki fengið neitt afslátt á því sem ég borgi póstbúragjöldin, sko. Svo skef bara hinn hefur raunverulega þjónusta, hún er bara klippt út, lækkar ekkert það sem ég þarf að borga. Og hún sagði bara, veðrið var þennan dag, hún sagði bara, ég get ekki, ég verð bara hægt þessu, þetta er svo langt fyrir mig að ganga í pósthúsi. En mér finnst þetta er alveg rétt sem Sanna segir að þú veist, einstaklingshyggjan, hún hefur oft verið ráðandi, en mér finnst samt við Íslendingar, við höfum samt þessa samfélagslegu taug í tengslu við það að við erum að berjast við válynd veður og náttúruöfl sem er einhvern veginn svona hlutir sem við höfum ekki raunverulega ekki stjórn á og þá tekst okkur að koma saman, við stöndum saman og við erum tilbúin til að hlaupa undir bagga og bjarga húsnæði og gera það sem gera þarf. Þannig að það er ekki djúpt á þessu hjá okkur og ég held að við sko séum svona í grunninn sé þetta sterkt element í okkur. Og samhlega þessu sem að Sanna var að segja þá verðum við að horfa líka inn í það hverju grundvöllurinn að þessu velferðarkerfi. Það eru þetta að það sé öflugt atvinnulíf sem skilar góðum tekjum til þess að við getum verið með gott menntakerfi, gott heilbrigðiskerfi og það þarf að huga að báðu til þess að þetta allt funkar nú eins og skildi. Já, og hvort þarf að hérna halda? Þú veist, þetta er ekkit eitthvað svona andstæðir pólar, þetta er eitthvað svona hnitakerfi, af því það var nefndir aðan, veist það gott. Þetta hangir allt einhvern veginn sko saman og þar hvert að atvinnulífi þarf að hafa hraust að það sé sterk heilbrigðisþjónusta og svo framvegis og þetta þarf að búa til hvata til þess að það sé blómlegt atvinnulíf sem stendur undir þessu velferðarkerfi sem við viljum hafa hér. Sammála. En það sem ég ætla að segja, því að þú segir hvað er næst, ég er að vonast líka til þess að því að ég held við höfum þessa samfélagslegu taug í okkur, við höfum hana og við sjáum hana þegar móti blæs, en svo hins vegar að það sem að mér finnst kannski stundu vanta er að við tölum saman. Þú veist, útskýrum sjónarmiðin sem að hvaðan við erum að koma í staðan fyrir að sitja heima og einhvern veginn bara bölva og ragna og allt er ómulegt og skrifa í kommentakerfi eitthvað sko. Að ég hef oft sagt þegar fólk er að segja mér frá okkur málum sem að það skilur ekki akkur eitthvað svona, ég segi prófaðu, það er kíktin á vef þingsins, sjáðu hverjir er hvaða nefndum, sendu ykkur af þessu þingmönnum bara bréf og líst þessari aðstöðu. Komdu svo framfæri. Og þú veist, eigum þetta samtal. Já, og það er líka þetta sem sko við erum aðeins að horfa
hvernig tíminn eru að breytast og það svolítið þessi bara upplýsinga breyting sem voru orðið á meginstraumsmiðlum og þessum með samfélagsmiðlum og við erum öll kannski komin svolítið inn í okkar svona bergmálshelli einhvern veginn og það og ég ágjör á allar þessar skautun sem að verða í samfélaginu, fólk bara einhvern veginn sækir í félagskap fólk sem eins þengjandi á það sjálft og þar að leiðandi verða algoritminn er náttúrulega ráð okkur í það og við erum mötuð einhverju og stundum föttum við og stundum ekki og allt í einu erum við að sjá og við sjáum það svolítið og mér stafa ágerst mikið núna hvernig að takast á svona einhverju sellur í fjölmiðlum og svona og þetta er ekki ánægilegt að sjá það og mér finnst þetta bara líka mjög slæmt eins og hefur verið núna kom upp í umræðinu það svona, þið sjáuð alveg, þið finnið það að verða svona einhverjir pólar bara í íslenskum fjölmiðlum og einhvern veginn allt sett í það ljós þegar hvort sem það eru fréttaskrif eða einhverjir afskipti stjórnmálafólks að því hvernig fjölmiðlar starfa og annað. Þetta er náttúrulega eitthvað svolítið nýtt og ég held að við séum að læra svolítið á bara nýjan veruleika þar sem við erum ekki með línulega eða við allir geta bara horta það sem þeir vilja og sleppt öðru. Ég skrifa nú heila mastersritgerð í fjölmiðlafræði þetta. Hún mér er sagt að þegja meðan fréttatíminn það er bara kynslóð sem að ólust upp við það að þú bara varst að hlusta á hvort þú vildir það ekki, þú veist þá bara var manni sagt að þegja og allt einu sem barn og unglingur bara fekk maður þetta inn með ísunni bara þú veist hvað kvótakerfið og hverjir eru ráðherrar og eitthvað svona og svo bara ég vil meina þegar þessi línulega eða hvað segir maður, línuleg dagskrá leið undir loki raun og veru og ég meina ég er aldrei þegar ég borða kvöldmat með fjölskyldinni þá erum við bara býðum með fréttatíma og ég horfi á hann bara þegar mér hendar og krakkarnir mínir sem eru náttúrulega stækka og þroskast og verða bráðum unglingar þau kannski bara komast í gegnum og minna sína æsku á þess að setja sig inn í þessi mál og mér finnst áhugavert að núna bara þú veist þeir sem eru 14 ára í dag munu kjósa í næstu alþingiskosningum og hversu upplýst eru þau eru kannski bara á TikTok og eru í einhverju en þau eru ekki að fylgjast með kennaradeilunni eða varnarmálum eða þessu einhverju leyti og þetta þarf ekki að vera neikvætt þetta getur alveg verið jákvætt og það eru rannsóknir sem sýna það að þau eru einhverju leyti bara öðruvísi upplýst og kannski er þetta til góðs, ég skal ekki segja en ég held bara við séum núna svona stað þar sem er ég hef nú sagt þetta áður, þú veist, þetta er svolítið eins og við erum svona unglingar sem læra að drekka áfengi, að kunna bara hvernig, þú veist, það er gott að nota samfélagsmiðla en maður þarf einhvern veginn að læra hvar mörk liggja og allir eru svolítið þarna, bæði í hvernig þeir koma fram og hvað þeir taka inn. Mér langar aðeins að grípa annan vinkil, bæði frá Sannu og ykkur, í framhaldi af þessu að grunnbreytan í mínum huga er alltaf tími. Við þurfum tíma og svo hef ég ágjörði hvað er búið að hólfa okkur niður og þar koma börnin og ég held til dæmis og að því þú myndist á samfélagsmiðla núna umræðan mér langar ekki að nefna nöfn en það að börn séu mér langar frekar að tala málið heldur en mennina að börn séu mikið í símanum og þau verða hætt að væla og svona framvegis, þetta var umræðan núna í vikunni að það er ekkert normalt svona manneskjulegt samfélagslegt við það að flokka börn eftir aldri frá því þau eru 1-2 og hafa þau bara í jafn aldra hópum inn í sérstökum rýmum með 1-2 starfsmanni. Þú veist, við höfum alltaf alist upp í einhverju baðstofu þar sem er allur aldur, amman er að ala mann upp og það er blöndun og fólk hefur tíma. En núna ég held að okkar svona hvernig gat okkur dottið þetta í hug, þú veist eins og Breiðuvík eða eitthvað þar sem hugsa hvernig fólki dottið þetta í hug, það verður eins á svo leikskóla, ég alveg tala og ég er með mikið mammavisku biti við því ég var langan vinnudag og hugsaði hverjum degi þetta er rámt, já ekki að gera þetta og það fer alltaf inn á hvenna saminskupitið, ekki pappviskupit en að hverjum datt í hug og þessi vandinn eins og til dæmis þess aftur að kennurunum hvað sem þau eru að glíma við þau eru með börn sem eru bara orðin rosalega lúin á því að vera með fullan starfsdag í svona bara einhverju svolítið kaotísku umhverfi þú veist, það er allir óvitar saman í herbygginu þú veist, það er engin eldri, það er ekki þú veist 2, 3, 4, 5 systkinur eru jafnvel ekki saman á leikskóla þau eru sikkon á leikskólanum og foreldrarnir eru að þeytast á milli og svo erum við höfum ekki efni á hinn og þessu þannig að við erum
eilíft í vinnunni, við erum of þreytt til að tala við alla hina, þú veist, og ég held til dæmis að læsi barna væri betra að við bara hefðum tíma og svo vil ég hnykkja á því að það er ekki sama að vera á samfélagsmiðlum, þú veist, einn af mínum ungum var nú bara að horfa, þú veist, á framleiðslu gervihnatta ISO vottunarkerfis á gervihnappastöðum skilur þá að sé 12 ára þá er hann ekkit endilega að horfa á músíkvídeó og maður finnur það þau eru að læra heilmikið og þau vita heilmikið, það kemur alveg inn, kannski iPadin nýja bókin, ég menna hún gamla dag sagt að fólk sem lá inn og las væri mikið og svo farið út að leika pappísbúkur með nefið honni bókin ég held nefnilega við höfum alltaf verið hrædd við þessar breytingar, þú veist, ekki vera alltaf með nefið honni bókinni, ekki vera alltaf í rækjunni með síman, þú veist, við erum alltaf pínlítið hrædd við að börnin okkar sé ekki kannski þessi tónlist er slæm þetta er tónlist djöfulsins og allt þetta það má virka þetta til góðs og ég held að sko þetta var svo gott nefnilega sem voru líka nefna áðan að það er einhvern veginn þessi polarisering sem er eiga sér stað, skautun, ég er að reyna að nota íslenska hugtökin að það er að sko það er líka að því við erum það farin að geta afgreitt umræðu á svo ódýran hátt með því bara hendi einhverjum ákveða einhver hafa einhverja skoðun að því að hann tilheyrir einhverjum hópi og þá þurfi ég ekki að ræða með hann og þetta er ekki gott sko, þetta er eitthvað sem mann getur veldu því að við hættum bara að takast á sko málsins skipta máli og þar með þroska og þróa okkar eigin hugmyndir. Ég man til dæmis að því mann má nú segja smá í gamla daga, ég er 950 þannig ég má það að það er að sko, ég var til dæmis var í forystu fyrir unga jafnaðarmenn og þá mættu ákvæðu einu sinni með SUS, samband útgrá sjálfstæðismanna að halda opinn málfund þar sem við vorum bara með kappræður Evrópusambandið og komum bara aðilega frá báðum hliðum og við rættum þetta fullur salur af ungu fólki og máli var rætt út frá efnisrökum. Svo gast þú gengið út og annarkort hafa skipt skoðun eða minnstakosti heyrt eitthvað sem að þú veist, þú tókst til greina. Þetta er það sem að mér finnst, þú veist, við verðum einhvern veginn að gefa okkur tíma til að hlusta eins meira og betur hvert og annað og þessi polarisering hún er ágefni þetta er svona afgreiðsla þú veist, það er bara já þú tilheyrir þessum hópi og þá er ég hætt og svo þegar að ég sá líka svona í þessari viku var ég eitthvað á samfélagsmiðlum og ég sé að það er hérna einhver hitamál í gangi og þá hvað skrifa fólki að trúðar, gríla leppalúði þetta og hitt sko þá missur mig sko það er bara þannig, ég les ekki ef þú ferði uppnefni þá er ég farin sko. Þessi hólfaskipting og hópaskipting þú veist það sem maður náttúrulega tekur eftir núna það er mjög leiðilegt að vera að taka þú veist tala einhvern veginn sko útlendingar fátækt fólk einhvern veginn að þetta sé þú veist ég meina þetta er hópunir sem er að standa saman en það er verið að þú veist bara vísvítandi verið að svona stía þessum hópum svona sundur og svona egnaði megnin saman og þetta er auðvitað bara áhyggjuefni þegar að jafnvel stjórnvöld hafa verið svona með þessa orðræða, ég er ekki að tala um stjórnvöld núna en þú veist þegar er þessi svona orðræða einhvern veginn að þú veist einhver utan að komandi hópur sé að taka eitthvað frá þeim sem að fættust hér þú veist það er bara mjög hættuleg braut sem við erum á en ég get alveg skilið þú veist ef að þú elst upp bara við efnislega skorst og fátækt og upplifir bara að þú veist býr við þann veruleika stjórnvöld hafa ekkert verið að hlusta á þig og ekki verið að mæta þér og svo kemur einhver og kynni bara laust fyrir þér bara hei þessi hópur er að skemma fyrir þér þú veist auðvitað get ég alveg skilið að það sé bara svona já byttu ætla að sé eitthvað til í því og talandi einmitt þú veist falsfréttir og einhverju kannski slengt fram sem er ekki satt og er ekki rétt en það fyrir af stað þannig ég held að þetta sé líka dálítið þú veist það sem við erum að vera meðvit einmitt að við séum með bara rétt upplýsingar og líka bara þú veist hlusta þegar fólk kannski segir eitthvað þú veist maður hefur alveg heyrt ýmislegt sem maður svona en þú veist af hverju manneskjan að segja þetta hvaðan kemur þetta úr hvað veruleika er einhver sem er að tala þú veist að það sé svo margir útlendingar að fá þú veist fría tannlæknaþjónustu eða eitthvað svoleiðis sem að er síðan ekki staðreyndin en já þetta er búið til sko. eins og það hafi verið gert svona vel við hina minnlutunarhópuna áður eins og þeir hafi bara verið sko á grænni grein þangað til hini komu sem er ekki máli en við ætlum að samt ekki tilbaka til tímans sem að við fundum bara upplýsingar á bókasöfnum og það voru helst gögn sem voru kannski svona framleita af valda öflunum á hverjum tíma þannig að mörguleit er mikil tækifæri í þessu miklu upplýsingum mikil þekking í fólki sem er í öðru hólfi sem er þú veist eldri kynslóðirnar og þú veist ég held að við þetta er það sem okkur vantar svolítið meiri tengsl á milli og
og á þeim tíma sem ég vann langan vinnudag þá unnu jafnvel ömmurnar meira. Þannig, við vorum bara öll alltaf og ég held að stundum hefur maður á tilfinningar að stjórnvöldum hendi bara rosalega vel að við höfum ekki tíma til að setja okkur inn í hlutina. Við séum bara að fara heim að elda grautinn og fara svo að sofa. En það þetta svolítið þannig, en svo skiptist þetta náttúrulega svo mikið. Úrlingskrakkar sumir bara á ellen tungumál frekar en íslenskuna og þá kom eitthvað svona inn á heimilónum eitthvað spenna yfir þessu þú setur nú ekki það vel íslenskunni að ætti að vera að gera þetta En mér finnst samt, maður samt að sjá ég alltaf, við mögum ekki gleyma að tungumálið verkfæri til að samskipti. Getur það verið í staðin fyrir að fara og rísa upp á afturlappirna, verður þá ekki að spyrja ykkur spurningarinnar, er eitthvað sem veldur því að þau velja þetta frekar, eitthvað sem við erum bara kannski ekki að standa okkur í, varandi þróun íslensk máls, í nýjum heimi, í tækni heimi. Og þetta hefur verið líka... Og það bara skiptir máli að við séum svolítið krítiska á okkur sjálf í þessu, en mér finnst líka rosa gaman inn á öllum þessum miðlum og það það að núna maður farin að sjá, að því að ég nota benni þó ég hef talað ég elska þau og ég elska bókabúðir og allt og mikið af bókum en ég farin að sjá í bókabúðum TikTok hillur af því þá eru bara að fara á stað alls konar svona bækur að verða með vinsælar og það er eftirspurn eftir bókum sem fjallaður af ungu fólki inn á TikTok þetta er ekki allt slæmt við þurfum að passa bara hvernig þetta vinnur saman Nei, ég get ekki sagt mikið, ég teikaði bíla og gerði þetta sem ég mátti ekki gera, og hér sitt ég. Það bara, við erum allt svona, Tíminn okkar er að líða. María Sigrún, Sanna Magdalena, Guðlaug Svala og Katrín Júl. Takk fyrir komuna. Takk einlega. Og hér á eftir er það Gunnar Smári og prófessor Hilmar Þór Hilmarsson, en viðtalið milli þeirra var tekið upp á föstudaginn. En ég kveð sæla sinni. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkisstofnana með 40 til 89 starfsmenn í fyrsta sæti Þjóðskrá Íslands, í öðru sæti Menntaskólinn á Ísafirði og í þriðja sæti Vinnueftirlit ríkisins. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Já, verðum að ræða ástandið í Evrópu eftir stefnubreytingu Bandaríkjastjórnar í málefnum Evrópu og gagnvart Úkraínustríðinu og hingaði kominn Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri og leiðin út í heim, staldri við rauðaborðið eins og það gerir oft. Velkomin. Takk fyrir. Ég var nú að hugsa það, kannski kemur þessi staða mörgum óvart, kannski þeim sem hafa treyst á fréttaflutning Ríkisútvarpsins og fleiri. En ég var að velta fyrir mér að þeir sem hafa hlusta á samtölun okkar og margt sem hefur verið sagt hérna við rauðaborðið, sjálfins ætti þetta ekki að koma fólki neitt mikið óvart. Nei, og við erum ásakað fyrir það að halda ekki með Úkraínu. Það er svona aðalbóðskapurinn hjá RÚV og ýmsum aðilum sem nefnir, það er svona mjög málflutningur sem er bara ómálefnalegur og byggir ekki af staðreyndum. En það kemur mér ekki sérstaklega óvart þegar þú komið svona harða stórveldasamkeppni sem núna er að Trump sem er tekið með þessi forseti og ég tek fram að ég er enginn aðdáandi hans og myndi hvorki hafa kosið hann eða Biden ég hefur í Bandaríkjunum að hann sér bara að það er komin þarna stórveldasamkeppni milli Kína og Bandaríkjunum er að verða harðari og harðari og Kínverjar eru fannir að augra nágranna ríkjum, sérstaklega Fílipseyjum, bara í Suður Kínahafi. Það eru vandamál komin upp sem að sýnir bara að Bandaríkin hafi verið að vanrækja Asíu og þegar að stúð stað komið upp þá er bara alveg grundvallaratriði fyrir Bandaríkin að reyna að bæta með einhverjum hætti samskiptin við Rússland. Hvort sem okkur líka við Rússa eða ekki og hvort við höldum með þessum eða einum þá er þetta bara
struktúrin í kerfinu hefur breyst. Kínverjar að eflast, þeir eru farin að vera ágengar að sömu leyti allavega á þessum svæðum, sérstaklega Suður Kínhafi, og þá bara þurfa Bandaríkin að taka tillit til þess. Og í þessu máli þá bara skiptir Rússland töluverðu máli að það sé ekki svona harðar deilur milli Rússlands og Bandaríkjana, og auðvitað líkar Evrópu það ekki, en þetta eru bara eitthvað staðreyndir sem við erum að horfast í augu við. Evrópa stórveldi náttúrulega frá efnahagslegu sjónarmiði, en út frá öryggissjónarmiði þá þetta bara sundurleitur hópur sem myndi geta haft afl ef hann væri ekki sundurleitur. Hann bara sundurleitur, og í þessu málum eins og með Úkraínuna skiptir Evrópa bara litlu máli. Þetta eitthvað sem að Evrópuþjóðurnar hefðu mátt vita ef það eru svona háðar vend frá Bandaríkjunum, þá ættur að geta metið heimsmálin út frá svona öryggi sjónarmiðum Bandaríkjanna, og þetta sem þú ert að vísa til að Bandaríkin líti á Kína sem vaxandi stórveldi sem að verði þeirra samkeppnisríki næstu árin og áratugina. Að það myndi mögulega leiða til þess að Bandaríkin gætu ekki verið í átöku við Rússland og verulega reka Rússland í fangið á Kína með þeim hætti. Þetta er svona bara það sem hefur legið upp í. En það sem kemur manni óvart er að Evrópa hefur eiginlega eins og hún hefur ekkert velt þessu fyrir sér. Þetta gæti orðið niðurstaðan að út frá einhverju mati stjórnvalda í Bandaríkjunum hvar þeirra hagsmunir myndu liggja til Rússlands. Já, ég meina, ég hef verið að kenna í Eystrasaltsríkjunum, Íslandi, Lettland og Litáin, og það virðist vera eins og mér virðist að vera, ég fer þangað á hver einasta ári að kenna og að gera það í 2 áratugi hér og var þar áður fyrir Alþjóðabankann, að það virðist vera ákveðin trúðar að Bandaríkjamenn muni alltaf hugsa þessi lönd og bara skilur að þau muni ekki hugsa út frá sínum eigin hagsmunum, heldur bara út frá einhverjum öðrum hagsmunum, bara út frá lýðræðishugmyndum og einhverju frelsi og slíkum hugmyndum, að þeir muni alltaf hvað sem það kostar verja þessi lönd á hvaða staði sem þessi trú og ég hugsa í Pólandi jafnvel og einhver leiti hjá Norðurlöndunum, það þessi trú að Bandaríkin sé eitthvað öðruvísi að þessu leiti, að þeir muni hugsa hagsmuni þessara landa, jafnvel þó þau þurfa að bera kostnaðan af því og hafi ekki hagað því sjálfur. Það hefur taka hagsmuni þessara landa fram með sína eigin. Já, það það sem að mér hefur fundist og það ekki raunhæft. Bandaríkin hugsa fyrst og fremst út frá sínum eigin þjóðaröryggishagsmunum og þeirra hagsmuni til lengri tíma litið, þannig að stríðið í Úkraínu er bara að standa í 3 ár og það ekkert þetta segja hann að Bandaríkin hafa gert tölvöld mikið í útvega vopn aðstóða við að skipuleggja hernaðinn og gera allt nema íta á gikkin sko. Þeir eru búin að staðra þarna mjög ábyrrandi og búin að senda mikið af vopnum, þannig að það ekki segja það að þeir hef ekki gert eitthvað og líka það að ef það hef ekki verið Vesturlönd að aðstóða Úkraínu þá var Úkraína ekki í dag með 80% af sínu landi undir eigin stjórn. Það með það má ekki halda því til haga. En það bara komið þreyta í Bandaríkin og Donald Trump hefur bara sagt að þetta stríð sé ekki vinnanlegt, það ekki hægt að vinna þetta. Hann ekki tilbúin að halda þessu áfram. Hann einagrúna sinni, hann vill byggja upp Bandaríkin innanfrá, hann vill ekki vera í styrjöldum, hann vil að tala með að fara skerandur í varnarmálum í Bandaríkinum til þess að hafa peninga í aðra hluti. Hann ekki svona warmonger eins og Biden var, hann ekki eitthvað sem vill vera í endalausum styrjöldum út allan heim og vill einbeita sér innanlands. Á sama tíma sér hann að það verið að augra hagsmunum, það sem Bandaríkin líta sína hagsmuni í Austur-Asíu, það sem verið svona mesti hagvöxturinn, það sem flestir íbúar heimsins búa, vill halda sinni stöðu og eiga sína banda með þar sem Suður-Kóreu og Japan og svo líka Ástralía sem ekki hluta Asíu samtidig þessir bandalega styrki Bandaríkjanna. Það bara komnar aðrar áherslur og Evrópa ekkert undir þetta búin og einhvern veginn hefur treyst á að Bandaríkin myndu alltaf verja Evrópu en það bara áhugin að minnka og Donald Trump líka finnst að þessi lönd hafi verið að misnota Bandaríkin. Hann talar alltaf það að þessi legið að Bandaríkjamönnum. Það hefur hann reynda gert lengi og Evrópulöndin hafa flest brugðist því með því að auka mjög útgjöld sín til hermála.
Já, þau hafa verið auka útgjöldin til hermála en það ábyrjandi lang mestu aukningin hjá þau löndum sem eru með landamæri yfir Rússland, það það sem helsta ógnin. Hinn löndin eins og til dæmis Þýskaland og Frakkland og Holland og þessi lönd, já, þau hafa verið auka útgjöld sín en minna, þau hafa, ég lesa þannig að þau meti stöðuna þannig að þau sé ekki svo mikill hættu. Ég held að Þjóðverjar trúi því ekki að rússneski herinn sé að fara að koma inn í Þýskaland. En hins vegar náttúrulega af því að Úkraínustríðið snerist upp í það að ekki bara verja land Úkraínu og ná því tilbaka, heldur að skjóta inn í Rússland, tölvöld mikið, að vera að skjóta vestrænum vopnum inn í landið og þegar að það fyrir að gerast, þá fyrir að vera meira hætt á því að Rússar fari eitthvað að þjarma að löndum eins og Eystrasaltsríkjunum, hvað síður Pólandi, því að Pólandi er tiltölulega öflugt hernaðarlega og skapa alls konar vandamál fyrir Norðurlöndin, sérstaklega Finnland, skapa vandamál á Eystrasaltinu og gera alls konar hluti sem kemur löndunum illa, en ekki endilega víst að verði endilega þannig taki til dæmis Eistland, Lettland eða Litáen en það alltaf samskiptin alveg skelfilega slæm og ég veit ekki hverju þessu lönd búast ef þau eru að senda vopn til Úkraínu með þeim orðum að það er mjög skjótaðs inn í Rússland við hverju búast þau eiginlega auðvitað líta þeir á þetta sem fjandsamlega aðgerð og þeir líta á það að þeir séu raunverulega í stríði við Vesturlönd og við NATO í raun og veru. Eitt er hvernig Bandaríkjamenn meta sína öryggishagsmuni og hvernig þau vilja hegða sér í svona stórveldis skák alþjóðlegra stjórnmála og sem hefur svona verið dregin fram aftur eftir að við vorum á tímabili í svona einpóla heimi en núna er komið svona aðra leikreglur og Bandaríkin kannski eins og svolítið áberandi á Trump að hann verið slíta svo á að þetta sé skák sem að fyrst og stórveldin eigi að tefla og aðri verði bara að beygja sig undir það. Það er svona kannski á enginn á Trump en þetta með að Kína sé höfuðandstæðingurinn og að það sé dýrt og trufli fókus Bandaríkjanna að vera í þessum átökum við Rússland það lá fyrir. Í ofanálag að þá hefur það líka legið fyrir að svona væntingar Úkraínumanna og Evrópuþjóðanna einhver svona ávinning á vígvellinum eða sigur á vígvellinum að það sé hægt að rekja rússneska herinn burt held ég að sé öllum orðuljóst aldrei verið opinberlega það rætt að væri niðurstaðan og þá standa Bandaríki fram fyrir því að þarna er stríð í gangi sem að þau geti ekki unnið, Úkraína getur ekki unnið og þess vegna verður bara að slökkva á þessu. Af hverju kemur svo niðurstaða, hvort sem ákvörðun tekin frá stöðun á vígvellinum eða á mati á hagsmunum Bandaríkjanna í alheimspólitíkinni, af hverju kemur þessi niðurstaða Evrópumönnum svona mikið óvart? Þú mást þetta Víetnam einhver orðað að þetta væri svo að við verðum kjarnorkusprengi í Evrópu. Þú mást þetta Víetnam stríðinu eða ég allavega var eitthvað eftir því og þar var alltaf sagt að stríðið var að vinna stangað til að tapa þess og ég veit ekki, þannig að búa fjölmiðla áróðurinn er búin að vera svo mikill og það eru að halda þessu gangandi, halda stríðsfélagin gangandi, vopnasendingu, vopnaframleiðslu og núna á að knýja sko NATO-ríkin að fara í 5% af verkefni landsframleiðslu í varnarmál. Það eru okkur hagsmunir á bakvið sem að það þjónar hagsmunir okkur aðila að segja það stríði sé að vinnast, það sé hægt að ná ykkur í góður í niðurstöðu á vígvellinum þó við vitum það hefur ekki verið að gerast. Þannig að og fjölmiðlarnir eru í eigu aðila sem að kannski líka hafa hagsmunir því að halda þessu gangandi. En það er lengi búið að liggja fyrir mannaflaskortur, vopnaskortur og alls konar vandamál sem hafa lengi legið fyrir en hefur ekki mátt tala og svo náttúrulega líka eru hagsmunir Bandaríkjanna eru það að því Rússland er stórveldi að það er náttúrulega ekkit verra fyrir þá ef að staða þeirra veikist í Evrópu en núna held ég að það bara komið svo stað upp að forseti Bandaríkjanna hann telur að þetta stríð sé ekki vinnanlegt hann vill ekki halda áfram hann telur að önnur svæði sé að fara að skipta máli og þá eru það eru 3 svæði í heiminum sem skipta Bandaríkin mestu máli, það er Austur-Asía nr. 1 skipta mestu máli og síðan er það Miðausturlönd, Persaflóin og nr. 3 er Evrópa
og Bandaríkin vildu fara að draga sig þarna út en út á Úkraínu þá hefur það tafist, en ég held að þolinmæðin sé brostin og það er ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum hætti þegar þú ert orðin eins og Úkraína orðin mannaflaus og það er skortur á vopnum, þú kemst ekki lengra og það getur vel verið að það hafi verið von Bandaríkjamanna eða að Rússar myndu ná minni árangri og það væri hægt að ná betri samningum. Ég held að minn lestur á Bandaríkjunum, þeir náttúrulega vita mest hvað er að gerast þarna og hvaða möguleikar eru, að þeir skulu hérna semja tvíliða núna við Rússa, segir mér það að þeir telji að það sé staðan sé þannig, hún myndi bara versna hérna frá og það sé eina leiðin, eða sé skynsamlegast að reyna að binda enda á þetta núna og ef þetta haldi áfram þá sé hætt á því að Úkraína tapi miklu meiru og það verið miklu meiri niðurlæging fyrir NATO og fyrir Vesturlönd og fyrir Bandaríkin og þessi sjáu bara ekki möguleika og það held ég hafi gerst núna en ég meina auðvitað má spyrja líka hvernig stendur á því aðilar heldur svona lengi áfram ég á ekki sverfið. Það getur ekki verið ástæðan getur ekki verið hvernig var skrifað um þetta í fjölmiðlum því að kanslari Þýskalands hann ekki að lesa bild til þess að meta stöðuna, hann hefur alls konar tæki og hann vinnur við það að meta öryggishagsmuni Þýskalands og hann lítur að meta stöðuna á vígvellinu með bara eins og hann raunverulega en það getur ekki verið að hann sé bara fljóti með einhverjum straumi að það megi ekki tala nema eins og að sigurinn sé rétt handað við hornið. Það getur að vita betur. Já, kanslari Þýskalands hefur bara ekkert mikið að segja í þessu máli og Evrópa ekki heldur í heild. Þessi með ráða, sjá hvernig Blinken talaði utanríkisráðherra Bandaríkjanna og hvernig þjóðaröryggisráðgjafi Sullivan talaði og hvernig Biden talaði. Þeir töluðu að sigra stríði, þeir töluðu að senda meira, síðasti pakkin sem var ákveðið var $60 milliardar sem að mér skilst að Zelenski segir hann hafi ekki fengið nema eitthvað hlutaði sem hann átti að fá en þessir aðilar, það eru Bandaríki sem að keyra þetta áfram þeir töluðu bara lengi vel og alveg bara þeir hættu að það væri hægt að vinna þetta stríð og Evrópuríkin hafi bara meira og minna trúa því þó svo að Bandaríkin hafi rækist út úr Afganistan og Víetnam og lagt í stað í mörg stríð sem hafa ekkert unnið, það er ekki þannig, það er bara í bíó sem að Bandaríkjamenn vinna alltaf. Jú, það er ekki hérna, sko Evrópa hefur ekki verið að leggja hefur ekki verið þungavektar aðilinn í vopnunum og í baráttunum þarna. Þetta hefur borið að Bandaríkjunum sem núna er ekki vilju til að halda þessu áfram. Evrópa er að tala um að senda einhver vopn áfram og halda eitthvað áfram að gera þetta en það er bara brot. Þannig ég held að leiðtogar NATO Evrópuleiðtogar NATO er ekki neitt í stöðu til þess að draga í efa að hernaður geti skila árangur í Úkraínu á meðan að Bandaríkin telja það vera. Núna hefur þetta bara snúist við. Núna segir bara Trump, það er ekki hægt að vinna þetta stríð hefur aldrei orðið ef hann hefur verið forseti og þetta er algjört klúður og hann talar um að milljónir manna hafi látið sem ég hef ekki séð það sé nákvæm greininga bak við það. Mögulegt að fara þangað upp í fallna og særða það er mögulegt að nálgist. Já, ef það eru nokkur þúsund sem hafa fallið þá eru kannski 4.000 sú tala eða 3.000 sú tala eru særðir óbreytti borgarar. Já, þannig að hann bara segir þetta sé algjörð klúður og sóun á peningum og hann náttúrulega vill semja við Rússana og það náttúrulega eru komin átök líka eða svona spenna á norðurslóðir átök í Eystrasaltinu, þetta getur breiðst út og þannig að sko ég skil alveg þetta mál, viðkvæma málið í þessu það að Trump hefur skipað hann aðra samningamann Kellogg sem fyrir síðan að vinna í málinu og síðan hefjast tvíhliða viðræða milli Bandaríkjanna og Rússlands og þá er spurningin, er það heppileg staða? Fyrir hvern? Ég held að það geti verið heppilegt fyrir Zelenski að standa aðeins utan við þessar beinu samningaviðræður. Hann getur komið upplýsingum til Bandaríkjanna eins og hann vill, öllum sínum kröfum og upplýsingum og fengið upplýsingar af það, ég meina, var ekki Kellogg bara núna í Kiev bara nýlega, eða var nýlega þar, að tala við hann, segja Zelenski frá þessu og af því að Putin hefur hagsmuna því, sko það er ekki bara Trump sem hefur hagsmuna því að semja við Rússland, það er Rússland sem hefur hagsmuna því að semja við Bandaríkin og losna undan einhverja þessum þvingunum. Þess vegna ef þið sitja við hringborð þá væri
eða ef Putin og Trump hittast, þá held ég að Putin sé mun líklegri til að gera tilslagan við Trump heldur Zelenski. Zelenski er búin að vera mjög harðorður og hann forseti lands sem er í rúst efnahagslega. Hann hefur ekkert að bjóða. Á meðan að Trump í þeirri stöðu að ef hann afléttir að viktaþingunum af Rússlandi, þá mun það skipta töluvert miklu máli fyrir Rússland. Og það er ekkert víst að Rússlandi líður eitthvað svolítið vel í þessu fanginu á Kínverjum. Og þeim langir þess að fara að losa hlutina. Þannig að ég myndi halda það. Svo líka ef samningunum verður vondur, sem því miður bendir margt til þess að þetta verði ekkert góð samningu fyrir Úkraínu, að þá getur orðið mjög erfitt fyrir Zelenski að lifa það af ef hann að hugsa sína pólitísku framtíð. Hann getur verið betra, hann getur kent Trump þetta. Ég vann hjá Alþjóðastofnun þar sem við vorum að fara lára ekki að löndum að gera alls konar mjög óvinstæla hluti sem voru, ég ekki að segja að það er ekki alveg nokkuð það sama, en það er sama að sumu leyti sem var þannig að vera að lána, hún þurfti að setja alls konar skilyrði og stjórnmálamenn í löndunum gátu átt mjög erfitt með að fylgja þessu skilyrðum og þeir voru kannski sammálaðir að þetta væri rétt og kannski þetta væri eina leiðin, en þetta var bara pólitískt bara mjög erfitt og þá gátu stjórnmálamenn skotið sér á bak við það að bankin heimta, þetta verið skilyrði sem verið sett frá Alþjóðabankanum með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Þetta er svona ákveðin hliðstæða. Ef að Trump semur við Putin og þetta er ekki kannski góður samningur með það sem Zelenski hefur sagt, að þá gæti hann bent á það að þetta sé bara eitthvað sem komið frá Washington og þannig að það fyrir hann, ég vildi hissa hann að hann skulle leggja svona mikla áherslu á að vera við borðið á meðan að hann getur pressa á Bandaríkin, reynda á sæmilegum samningum og síðan jafnvel sagt að þetta er Washington að kenna einhverju leyti. Ef hann er að hugsa að lifa þetta af, ég er ekki viss að það er endilega gott fyrir hann, eins og það verið lagt og mikið áherslu að hann verða að vera með samningaborðið og Evrópa verða að vera með samningaborðið. Evrópa hefur engar hugmyndir hvernig á að leysa þetta, annað en það eigi að sigra Rússland á vígvellinum, taka allt landið tilbaka og gera þetta, allt óraunhæfir hluti. Það hafi ekkert að bjóða. Fyrir utan það að þá hefur Kaja Kallas, utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins talað um að þurfa að brjóta Rússland upp í ykkur smáar einingar. Hún hefur ekkert erindi við þetta samningaborð. Hún er alveg gjörsamlega óhæf til að sitja þarna því hún er búin að segja allt of mikið. Og ef þú ert að hugsa Úkraínu, eina aðeins sem hefur sett fram skýrar kröfur sem eru mjög ófyrirlitnar, sem bara erfiða kröfur, það er Putin. Hann vil taka 4 oblasts, hann vil taka Krímskagan og hann vil að Úkraína verði hlutlaust ríki og aldrei í NATO og ég held að hann vilji heldur ekki sjá innan NATO hermið þarna inni. Hann er með skýrt hvað hann vill og það er náttúrulega eitthvað sem er erfitt að ganga en ég hef ekki heyrt að Evrópusambandið kæmi með neitt skýrt annað en það er unnastríð sem vorum að segja hann er ekki að fara að ganga og Zelenski er ekki draunefur, hann hefur verið að tala um að NATO aðild, það hefði allir getað sagt honum í NATO nema hann sjálfur sem er á þessum NATO-fundum, hann hefur verið að sækja ykkur að NATO-fundi að þetta er óraunhæft, þannig hann hefur verið að berjast fyrir ykkur sem allir gátu sagt honum að var ekki hægt. Þannig í ömurlegri stöðu Úkraínu þá er það kannski skárra að Rússland og Bandaríkin setjast niður til þess að semja sín framtíðarsamskipti, að þá gæti Rússland gefið eitthvað eftir í varðandi Úkraínu sem að myndi aldrei gera ef að umræðuna myndi bara snúast Úkraínu því að þá hefði Rússland svo mikla yfirburði á vígvellinum og er yfirburðastöðu, sérstaklega þegar Bandaríkin er búin að segja að þeir ætla að draga aðstoð sína tilbaka, að ef að umræðuna myndi einskorðast við Úkraínu, að það er líklega lakari dýll fyrir Úkraínu heldur en að Úkraína er hluti af samningum Bandaríkjanna og Rússlands. Já, ég held að því efnahagsmann í Rússlandi, það er háverðbólga, það er alls konar, það eru svona erfiðleikar í Rússlandi, það er ekki búið að hefur ekki hrunið en slíkt eins og sumir kannski voru að vonast til og það er að Rússland myndi bara kikna undan þessu, það er ekki verið því þeir hafa getað opnað aðra leiðir, aðra líflínu, Kínverjar hafa kastað til þeirra líflínu og fleiri, þannig að þeir eru ekki en það, ég held því alveg ljóst að Putin vill og Lavrov, þeir vilja ná upp ekki góðu samskiptum Bandaríkin en skárri samskiptum Bandaríkin og þá er náttúrulega miklu fleira undir heldur en Úkraína, þá líka norðurslóður undir og fleiri svæði og Asía og Persaflóin og það er margt undir, þannig að ég held það að Putin vilji alveg án tillits til Úkraínu ná upp betri samskiptum við
við Bandaríkin, hann hefur hagsmuni af því að Bandaríkin náttúrulega hugsa sína hagsmuni og það alveg eðlilegt fyrir stórveldi að hugsa sína, við hugsa okkar hagsmuni þó séu lítil, þeir hugsa sína hagsmuni og þess vegna ég þeirra skoðunar að það sé ekkert víst að það sé heppilegt að Zelenský sitji við borði vegna þess hvað hefur verið sagt áður, það er ekki gott andrúmsloft og en það er engin spurning að Zelenský og stjórnvöld í Úkraínu hafa allan aðgang að Kellogg og Bandaríkjunum í að semja og ég held sko að málið er það að Evrópísum samhengi þó að Macron sé að halda einhverja fundi skipta eiginlega engu máli, ég held að það sé voðalega lítið, það er engin samstaða á þessu fundum, Evrópusambandið er öflugt en það bara er svo margskipt og margbrotið og það er ekki samstaða, þannig að það er svo erfitt að ná samstöðu og tekur svo langan tíma. Málið er núna á milli Rússlands og Bandaríkjanna og svo þegar Bandaríkjamenn eru komnir með eitthvað að þá þurfa þær að fara til Úkraínumanna og reyna að fá þá til að kaupa það. Evrópumenn sumir, stundum heyrir maður að svona orðað í fréttum og svona einhverjum skýringum að ef að Bandaríkjamenn draga sig tilbaka í Úkraínu þá getur Evrópa stíðinn og þar leiðandi skiptir ekki máli þótt að Bandaríkin og Rússland semja einhvern frið að ef Evrópa ætlar að halda stríðinu áfram þá getur Evrópa gert það. Er það tómt mál að tala um? Já. Það er bara fjærstæða. En á hverju er þá stjórnvöld í Evrópu meir og minna að tala eins og þetta sé raunhæfur möguleiki? Ég skil það ekki. Ég meina þess að okkar okkar stjórnmálamenn til dæmis eins og forsætisráðherrann og hún ætlaði á tímabili að fara að hringja til Washington og kannski að lesa yfir Trump. Trump er náungi sem valtar yfir alla sem eru veikar en hann. Þannig að það er mjög óráðlegt. Við sáum hvernig það fór með forsætisráðherra Kanada og Danmörkur. Svo erum við að tala um að við séum mjög ógulega sterkur samstarfi við Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin. Þegar í Harbakkar slær skiptir þetta eiginlega engu máli. Þegar við vorum að fara út landhelgina þá stundum Norðurlöndunum með okkur ekki. Þá vorum við að berjast fyrir okkar efnahagslega sjálfstæði. Í hruninu 2008-2009 þegar við vissum ekki hvort þegar okkur var sagt að við vorum gjaldþrota stóðu Norðurlöndin með okkur þá? Nei, þau stóðu með okkur bara þegar alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var að semja við okkur. Þau menningarlega í kringum menntun og alls konar samskipti skipta þessi löndmáli en þegar kemur í svona hörku þá skiptir þetta engu máli og halda menn það ef að þeir ráðast á Ísland að Norðurlöndin færi að koma hingað að verja Ísland eða halda menn það að ef ráðast á Ísland að Macron myndi senda hér til að verja Ísland ég veist að hjartaðarkennt eina landi sem myndi verja Ísland og verja Bandaríkin af því þau hafa getur til þess og líka þegar þjónar þeirra hagsmunum við erum mitt á milli Norður-Ameríku og Evrópu og þeir myndi ekki vilja sjá aðra komast til valda út af sér og þess vegna Ég voru þetta þannig að það er enga varnarsamning utan um þetta að Bandaríkjamenn munu alltaf koma hingað ef þeir óttast að einhver önnur veldi nái hér einhverju fótfestu eða komi. Það er bara sjálfkrafa af því að þeir skilgreina það sem Íslandi hluti áhrifasvæði. Samningar skipta tiltölulega litlu máli. Við erum alltaf með varnarsamning sem er gamall en hann er svona ákveð rammi. Danir eru líka með samning. Okkar samningur 51 og þeirra samningur 1950 sem á líka við Grænland. Það við ekki Grænland held ég, hann er 1950. Við sjáum það að ef að Trump telur að Bandaríkin telja að þeir Grænlandi, þá eru tilbúin að beita landi valdi og hervaldi þess vegna sem þeir eru með varnarsamning við. Þannig að þú sér hvað þessi samningar skipta og það er ein skjólskenning sem er í gangi hjá sumum fræðimönnum að lönd geti verið í skjóli á grundvelli skriflegra samninga. Það er bara dæmi um það, einn dæmi um það. Svona skriflegi samningar skipta engu máli ef að hagsmunirnir rekast harkalega og þarna rekast þér á og þarna alltaf bara neitt NATO, fórusturíki NATO og ráðast á annan NATO-ríki til að fá feitan bita út af þeim viðskiptum. Varðandi okkur, út af fyrir sig allt í lagi, við erum með þennan varnarsamning en ég er alveg sammálaður í því bara þjóðaröryggishagsmunir Bandaríkjanna eru bara þannig að þeir myndi ekki vilja hvað sem gerist. Hins vegar, ef að segjum að stjórnvöld á Íslandi færu að tala um það við Bandaríkin eins og ég held að utanríkisráðherrann að tala um að þetta endurskoða varnarsamningin eða forsætisráðherrann að fara að hringja til Washington til að tala við Trump þá getur bara Trump spurt því, já heyrðu, hvað eru þið að borga mikið í NATO?
Hvað eru þið komin í 5%? Og vil ekki bara gera það næsta ári? Og sko, hann getur gert hvað sem við vitum, hann algjörlega ófyrirsjáanlegur. Og og að halda og fara að endur semjum varnarsamningin þegar við erum að taka þessar varnir sem við erum með á Keflavíkurflugvelli, borgum lítið í þetta. Að fara að endur semja hann, það náttúrulega að mínu dómi algjört glabra. Ég skil nokkrum manni dettur það í hug, eða nokkrum dettur í hug að ætla að fara að endur semja hann eða ætla að fara að tala við forseta Bandaríkjanna þegar hann í svona ójafnvægi og þegar við vitum að hann valtar yfir alla sem eru minni og hann vil bara ná sínu fram. Það finnst mér, ég skil það ekki. Og ég skil ekki þess að það er ekki að enda með viðskiptaþvingunum eins og við vitum ekkert hvernig það endar. Þessna viljum við sko ekki vera að tala við þá þetta. Það er ákveðnir embættismenn sem sjá Ísland. Það er ekki þegar ég var, það var Nordfolk sem sér þetta, það er ákveðin stöð bara sem sér Norðurlandshafið og hún sér að Ísland og hvað er verið að gera hér og þeir eru að senda kjarnorkukapot í Helguvík öðru hverju, þeir eru að auka viðbúnið sína Keflavíkurflugvelli smátt og smátt, þeir eru að undirbúa eitthvað, þetta er að mestu leyti á kostnað NATO og Bandaríkjanna og við eigum bara að láta þetta gerast, held ég kannski, þú kannski sammála með það en allavega að við með leyfa þess að gerast en við eigum ekki að vera að rugga bátnum eða vera að biðja einhverja viðræður eitthvað sem gætu enda með því að við fengjum kröfur sem að væru óbærilega fyrir okkur sem við svo gætum ekki staðið gegn. Nú er Evrópa í þeirri stöðu að það er verið að semja frið í Úkraínu og þess að Evrópa sé hluti af þessu. Það kann að vera að Evrópa hefur ekki herafl til þess að halda stríðinu gangandi ef að Bandaríkjamenn draga þetta tilbaka og eru þar alveg ekki raunverulegur aðili að þessu. Eða ég er bara velta fyrir mér hvernig Evrópa hefur lent í þessari stöðu að vera eiginlega ekki með rödd eigin öryggismál. Ég er ekki Er það vegna þess að þeir voru búin að vera svo lengi háð Bandaríkjunum að eiginlega bara gengist undir það að verða eins svona leppríki Bandaríkjanna það er eiginlega dáið út í Evrópu svona eitthvað svona viðspyrna við Bandaríkjana eins og stundum átti sjá í franskri utanríkisstefnu og líka í raunverulega innanríkismálum margra landa sem var svona ákveðin ótti við svona yfirgang Bandaríkjanna gæti verið menningar tillitið eitthvað en svona undanfarið 30 ár finnst mann eins og Evrópa sé bara fullt sátt við að vera leppríki Bandaríkjanna og taka afstöð með Bandaríkjunum í nánast öllum málum. Já, það þegar að Sovétríkin féllu þá var þessi skilningur að við unnum það voru Vesturlönd, NATO, við erum svo sterk og við erum svo klár og sterk við unnum þetta og þeir eru bara búin að vera dauðir þarna í fyrir austan og við þurfum ekki að vera að hugsa þetta meir og þá er sagt þeir sem eru í hergagnaframleiðslunni þeir eru sérfræðingar í því sem ég er ekki að segja að það hafi verið trassað mjög mikið að byggja upp hergagna en allt og lítið framleiðsla trassað að tryggja að þessir herir hefðu það afl sem þeir getur þurft að hafa. Svo er líka annað að þegar Evrópusambandið verður til og er verið að þróa það að þá hefur bara verið álíkt að af því að NATO er til þá þurfum við ekkert að hugsa varnar og öryggismál. Það er bara ekki hluti af Evrópusambandinu, það er engin sameiginlegur hér og við getum bara verið að vinna við það að vera rík, taka í ný lönd, byggja þau upp og byggja upp sameiginlega markað, allt sem við erum með, byggja upp sterkara efnahagslíf, byggja upp okkar innviðir Evrópur í góðum lagi í mörgum löndum, sérstaklega í ríku Evrópusambandinu í samanburði við Bandaríkin. Það er eitt af þessum Trump kvarta mikið yfir, Bandaríkin víða með ónýta innviði. Þannig að Evrópa getur einbeitt sér að vera rík, byggja upp sína innviði og vinna fyrir öðrum hlutum þannig að öryggismálin eru bara farin af borðinu og þau eru hjá NATO en svo bara kemur að því að heimurinn færist úr því að vera svona einpóla heimur yfir í að vera multipólar það sem er komin samkeppni og það sem Bandaríkin eru öll til pressu og út af öðrum stórveldum aðalega Kína og þá verður þeirra hegðun allt öðru vísi og þá er bara Evrópa berskjöldu að þessu leiti, hún hefur treyst á Bandaríkin, auðvitað var það þannig þegar ég var að segja NATO-fundi fyrir aldarfjórðungi þá var það þannig að Bandaríkin menn borguðu mest en þeir réð öllu
og náttúrulega ef að það verður þannig að Evrópulöndin... Þannig áðarumlega við allan svona strúktúr á alþjóða kerfinu sem að Bandaríkin byggðu upp eftir seinni heimsstyrjöld með stuðningi í Evrópu, þar sem Evrópa var helsti bandamaður, að þau svona ráku sjóið. Þetta var til þess að verja völd Bandaríkjana og efla þau í heiminum. En núna allt í einu þá bara eins og Bandaríkin sé að ganga út úr þessu kerfi sem þau sjálf byggðu upp. Já, og þá setur Evrópa, ekki getur Evrópa haldið þessu kerfum gangandi. Þessi kerfi hafa í lenga tilgang ef að Bandaríkin ganga út. Nei, ekki að stærsta hagkerfið fyrir að beita tollum og alls konar viðskiptahindrunum og Kína svarar bara í sama sömu mynd og það er verið að hóta Evrópu. Við erum ekki í tollabandalagi með Evrópusambandinu, við erum utan tollabandalagsins, en hann er að hugsa að setja toll á Evrópusambandi. Sko, Bretton-Woods-stofnanir sem Bandaríkin hefur fórustum að stofna og lögðu áherslu á marghliða. Þeir þetta það var ekki 40 eitthvað lönd sem sóttu Bretton-Woods-fundin 1944 í júli þegar stríðið var ennþá í gangi og Ísland það var lögð alveg gríðarlega áherslu í Bandaríkjunum að Íslendinga væru þarna. Þá búin að vera sjálfstæð þjóð í hálfan mánuð og stóra sendinefnd. Þá var voru Bandaríkin að búa til margliða fjölþjóðlegar stofnanir. Alþjóðabankan, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn byrjuðu að tala um GATT sem síðan var WTO. Þá vildu þeir auðvitað réðu langt mestu og þeir skrifuðu reglur Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðs voru skrifaðar af og GATT voru skrifaðar af Bandaríkjunum, skrifaðar í Washington af þeirra mönnum. En þeir vildu að hafa svona fjölþjóðlegan blæ yfir þessu öllu saman og þá var GATT snerist að afnema alla tolla, afnema alla kvóta, allir kvótar burt og lækka tolla eins mikið eins og hægt væri og þá var það eftir seinni heimsstyrjöldina þá var það aðalmálið. Núna hefur þetta snúist við og Trump, hann trúir ekki á fjölþjóðlegar stofnanir. Hann hatar allar alþjóðastofnanir. Hann vil draga Bandaríkin út úr heilbrigðismálastofnuninni og hann er meinilla við alþjóðastofnunina. Hann er nöp bæði við alþjóðabankan og ekki síst alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Allt saman. Þetta er allt stofnanir sem Bandaríkin settu á fót, skrifuðu reglurnar og lögðu grunninn að þessum stofnunum og eru allar í Bandaríkjunum. Er ekki alþjóðastofnunin, en alþjóðabankin og alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eru í Washington, bara rétt nálægt Hvíta húsinu. Sameinuðu þjóðirnar í New York. Margir Bandaríkjamenn vildu að Sameinuðu þjóðirnar yrðu í Washington líka, en það voru Evrópubúar sem börðust fyrir því að Sameinuðu þjóðirnar yrðu í New York, ekki við hliðina á bandaríkjastjórnkerfinu og líka Evrópumenn vildu á þessum tíma að alþjóðabankin yrði í Evrópu en ekki Bandaríkjunum vegna þess að ef þú ert í nálæðin skapar ákveðin völd en þeir fengu þetta ekki gegn því að Bandaríkin náttúrulega réðu öllu á þessum tíma og þannig að en núna er Trump þannig að við vitum hvernig hann stjórnar sko innanlands, hann er með einhverja möppur og setur tilskipanir í þær og svo er hann með túspenna og skrifa bara á þetta og svo veifar hann sig fram í fjölmiðlana og þeir sjá þetta er lýðræði sko, bara tilskipanir og hann vil beita í alþjóðasamskiptum vill hann ekki beita fjölþjóðlegum stofnunum, hann vil draga Bandaríkin úr þeim eða veikja þær og hann vil beita einhliða aðgerðum eins og við erum að sjá. Hann vil nota aflsitt í því að þrönga vilja sínum upp á þá sem eru veikari en hann vil semja kannski við Rússland og Kína. Það telur ekki þess virði að semja við aðra. Já sko, ef þú bara horfir á stórveldasamkeppni að vera fyrir Bandaríkin eins og staðnir í dag að vera í stríði við Rússland og átökum við Kína, ekki stríði en svona átökum, tollum og alls konar átökum, það bara er ekkert vitið í. En ég meina, samt sem áður er staðan í Evrópu þannig að það er mjög erfitt fyrir Evrópu að kyngja þessu og það er erfitt í skilvavel, það er erfitt að því Rússland réðist ólöglega inn í Úkraínu. Og við höfum fordæmt þessa einrás. En svo er það líka völd og áhrif Evrópu hefur kannski verið meiri en ella út að vilja Bandaríkjanna til þess að hafa þessar stofnanir, þetta kerfi sem að byggt upp eftir seinna stríð sem svona fjölþjóðlegar, það sem að Bandaríki þurftu á Evrópu að halda sem svona bandamönnum. En þegar að Bandaríkjamenn draga sig út úr þessu, þá er náttúrulega svona struktúrin á alþjóðlegum samskiptum að falla. Ég meina, allar þessar stofnanir standa veikt. Já, ég meina að þá er það spurningi sko, hver er staða Evrópu? Ég meina, þeir geta ekki verið að
ekki endur þess að þeir þetta kerfi. Ef Bandaríkjamenn hafi ekki áhuga á þessu þá bara fellur það. Það má vel að segja það líka NATO. Ef Bandaríkjamenn hafi ekki áhuga á þessu þá getur NATO orðið bara eitthvað. Það bara gerir það sem að Bandaríkjamenn vilja. Bandaríkin náttúrulega, við réðu alltaf ábærslega mikið í þessu stofnun. Ég vann hjá Alþjóðabankanum og ég bauð til Íslands á sín tíma 98, þá bauðum við Wolfenson forseti Bandaríkina til Íslands og hann var Ástralíumaður en hann var forseti í Alþjóðabanka sem var alltaf verið tilnefndur á Bandaríkjanum. Alþjóðabankanum var alltaf forstöðumaður verið tilnefndur á Evrópu og ég kannast þennan mann og hann skrifaði æviminningar sínar og hann sagði til dæmis að þegar hann var að fara á stjórnarfund að þá með eitthvað stór mál og Bandaríkin náttúrulega stærsti hlutafinn þarna þá kom bara fjármálaráðherra en einhverju fjármálaráðherra labbandi yfir götuna bara rétt yfir og sagði rétt við svona viljum við hafa þetta við viljum hafa þetta svona auðvitað var þetta fjölþjóðleg stofnun en hvað átti hann að gera? Hann náttúrulega gatur ekkert hann að gert en að fara eftir því að mestu leyti. En Evrópa hefur selt sér þá hugmynd að þeirra hagsmunir og hagsmunir Bandaríkjanna í alþjóðlegum málum farið saman. En nú er það bara orðið eiginlega augljóst að svo er ekki og kannski var það bara ekkert. Það bara Evrópa bara kaus það að skottast þarna á eftir. Við erum með markaðshagkerfi sem og ákveðið lýðræðiskerfi sem komnar eitthvað sprungur í þetta lýðræðiskerfi, allavega finnst manni það og eitthvað hugmyndur mannréttindi sem hefur sameinað okkur en Evrópa sprungur í því líka, ég meina Trump er að grafa undan svona mannréttindum í Bandaríkjunum. Hann stýrir flokka sem vilja ekki allavega meta mannréttindi allra jafn gild. Nei, og Bandaríkin eru land efnaðastefnan er svo að áður var trúað að þetta kerfi átti alltaf byggja upp á því að aukin alþjóðleg viðskipti myndi auka frið og farsæld í heiminum. En stefnan er orðin allt önnur og þá er spurningin hvað situr þá eftir hjá Evrópu ef að bæði þess að þeir hafa treyst á og stefnan sem að þeir töldu sig vera að reka er eiginlega ekki gildi. Já, við erum komin úr þessum fasa sem var eftir seinni heimsstyrjöldina þegar menn trúðu meira fjölþjóðlegt samstarf og þessi alþjóðlegu viðskipti, lækka tolla, auka viðskipti og allir græða því og svo skiptum við milli okkur einhvern veginn. Núna er þetta komið í svona neikvæðan fasa. Tolla, stórveldin orðin 3 kannski. Bandaríkin öflugust, svo Kína og svo Rússland farin að berjast völd og áhrif og farið að veikja hvort annað og Trump virðist hafa sérstakann áhuga því að beita tollum og alls konar viðskiptaþvingunum til að ná sínu fram. Við erum komin í þann fasa núna og hvernig við brjótast út úr honum, það veit ég ekki en allavega Trump er einangrunnar sinni og hann vil einbeita sér að Bandaríkjanum og það er alveg ljóst. Evrópa þegar hún bjó til sameiginlega markaðinn og allt sem hún er að gera uppbyggingu Evrópu, hún gekk út frá því að hún þyrfti ekki sem varnarmál og öryggismál, það var í NATO og það myndi koma mestur lítið frá Bandaríkjunum og það er bara, nú er það bara að breytast. En Evrópa þarf þá að átta sig á því að þetta er bara breyttur heimur og þá skiptir náttúrulega gríðarlegu máli að taka réttar ákvarðanir, vera með rétt mat á stöðunni, rétt mat á eigin getu og annað slíkt. Já, það skiptir líka. Sér það ekki, maður er að sakna þess að sé einhver svona alvöru umræða í Evrópu, bara framtíð Evrópu og er það endilega þannig að þessi hagsmunir Evrópu að skottast á eftir Bandaríkjunum í afstöðunni til Kína til dæmis eða til Ísrael og þjóðarmálsins á Gaza og það er bara margt sem að Evrópa mætti alveg endurskoða og líka hvaða skjól hefur Evrópa af alþjóðlegum stofnunum sem eru fallandi út af því að stórveldin sem ætla að skipta með sér heiminum hafa engan áhuga á þeim, því kerfi. Já, en Evrópa, það er líka annað sem hefur gert í dag að það er fjölþjóðlega stofnanir eru svo veikar, það er svo Sameinuðu þjóðirnar, þetta er alveg ónýtt, skilur, það er öryggisráð neitunarvald, Sameinuðu þjóðirnar eru ennþá eins og það voru heimurum var 1945, þar hafi ekki verið uppfærðar, algjörlega valdalegu stofnun, fullt af fólki, 30.000 mann að vinna þarna, maður veit ekki hvað fólk er að gera í þeim skilningi að þau get ekki tekist á við nein alvarleg vandamál, það sem Evrópa náttúrulega á því að glíma núna
og valdaleysi alþjóðastofnana byggist á því nema NATO að þau hafa enga heri, ég meina alþjóðastofnana, þessu samþjóðar hefur engan her og herinnir eru í hópum þjóðríkja og auðvitað gæti ef að Evrópa vill vera stórveldi reyndar þetta sundurleitur hópur og gæti hún stofna sameiginlegan her og það getur vel verið að það verið gert að talað það myndi hins vegar ekkit endilega þjóna hagsmunum okkar því við treystum á NATO og ef að Evrópusambandið fyrir að stofna sameiginlegan her og taka sínu öryggismál í sínar hendur þá tekur það töluvert langan tíma og við værum ekkit örugglega inn í því kerfi þannig að fyrir okkur þá myndi við þess vegna held ég að fyrir okkur leggjum við áherslu á NATO og það eru mörg NATO-ríki sem vilja ekki eins og Eystrasaltsríkin og Pólland þau vilja alls ekki stofna sameiginlegan her ef það veikir NATO. Þau vilja treysta á Bandaríkin. Já, og þau gera það, en kannski eru þau að átta sig á því núna að það ekki endilega víst að það gangi lengur. Er það ekki samt þannig að löndi sem eru austast í álfunni eru til dæmis til í að fallast á kröfu Trump 5% af landsframleiðslu í hernað bara til þess að þeim finnst að vera bara vel varið þeim peningum ef þau fá vernd í staðinn en sjónarmiðin kannski vestar eru allt önnur, þar ekki sama ógn af Rússlandi, ekki jafnt innbyggt inn í bara þjóðarsöguna að óttast Rússa og þau eru bara ekki til í að beygja sig undir það og þá og ég meina er það ekki bara, það erfitt að sjá fyrir sér hvernig NATO verður eftir 1 ár? Já, sérstaklega ef það næst ef sem að margt bendir sem fræðimenn í Bandaríkjunum segja bara sem hafa verið svona einangraðir frá stórum fjölmiðlunum að NATO og Bandaríkjunum bara hreinlega tapa stríðin í Úkraínu og þá náttúrulega fara margir að spyrja spurninga NATO ef að NATO getur ekki varið Úkraínu og það verður að gera ykkur nauðungarsamningar þar sem Úkraína fær mjög slæma útreið þá fara örugglega ykkur að efast NATO. Styrk varna Evrópu. Ég pröfaði að segja þetta ekkert fyrir jól að mesti öryggisógnin í Evrópu væri stefna NATO-ríkjanna í stríðinu í Úkraínu ef að niðurstaðan verður svo að þið tapa stríðinu. Því það eiginlega bara svona auglýsing það að Evrópa bara geti ekki varið sig. Nei. Þeir bara auglýsa veikleika sína. Já, svo líka það þannig að Evrópusambands og hefur náttúrulega enga diplomatiska getu til að fyrirbyggja og það var meira svo okkar forystumenn, okkar stjórnmálamenn sem hafa engan her og hafa engin vopn sem hægt að tala einhverja sérsveit og eitthvað sem bara það ekki, við höfum engan her og engin vopn þetta kannski herskáasta fólkið allir þessari svakalegu þá sé ekkert að baka það þetta algjört óraun sæi þarna. Man heyrir nú íslensk stjórnmálamenn segja að ef að Bandaríkin draga sér tilbaka frá Úkraínu þá muni Evrópa koma í staðinn sem að mér finnst hljóma stórundarlega frá Íslendingum sem hafa bara enga burði til þess að verða eitthvað til þess að vega upp það að Bandaríkin draga sér tilbaka. Þetta er bara förðulegt tal. Já, ég meina maður heyrir þetta líka bara í umræðinu á Íslandi að þegar við erum að tala um að semja að þá eru við ætlum að vinna þetta með miklum þvingunum og refsiaðgerðum og svo hernaðamætti en ég meina auðvitað allar þessar svakalegu aðgerði sem að eiga að gerast eitthvað sem við getum ekki neitt þátt í og eins og varst að segja áðan varandi ástæðan í Hörpu með þetta renni sem áttu að skrifa tjónaskrá til þess að verða að sækja skaðabætuna til Rússlands það er líklega ekki á dagskráni í Sádi-Arabíu. Nei, ég meina það líka annars að gjaldeyrisvaraforði Rússlands var tekin 300 milljarðar hann var tekin og svona að því að við höfum verið að selja kaupa vopn og ásamt fleiri löndum og skjóta inn í Rússland til þess að eyðileggja alltaf eyðileggingu þar þá er það hluta stríðinu þá náttúrulega erum við komin í vanda þar að þeir muni gera kröfur á móti tjónaskráin, ég áttar mig ekki alveg á henni hún er náttúrulega þannig að nú alla í líkindi með tjónunum inn í Rússlandi og inn í Úkraínu því Úkraína er náttúrulega í
hálfgerði rúst. Já, stór hluti af þessum tjóni inn í Úkraínu er ekkert að velta Rússa. Það Úkraínu með sjálfur sem hafa verið að skjóta inn í svæði sem Rússar inn á. Og hvernig ætlar að halda lista yfir tjón í einhverju svæðum sem við stjórnum ekki og verða hugsanlega ekki, eða líklega ekki hluti af Úkraínu lengur og hvernig ætlar að þvinga Rússa til að greiða þetta? Ég meina ef að Trump er að semja við Putin og ætlar að fara að ná einhverjum málamiðlunum sem eru bærilegar fyrir Úkraínu og getur síðan leitt til samskipta milli Bandaríkjanna og Rússlands sem eru svona bærileg, þá veltum við sér hvort að hann geti Putin myndi samþykja það að 300 milljarðar bandaríkjadala sem aðallega í Evrópubönkum sé bara stólið eða tekið af því þetta líka grefur undan vestrænum bönkum því að önnur lönd sem geta lent í ágreiningi við vesturlönd peninga í þessu bönkum í framtíðinni ef þetta er svona. Og svo þetta með tjónaskrána, þarna voru 2 milljarðar sem fuku á Íslandi út af þessari tjónaskrá. Maður heyrir ekkert þetta Rússa til þess að bæta upp þetta tjón. Ég sé það ekki alveg fyrir mig hvernig þetta á að virka. Endar Evrópuráðið sem var með hennar fund alveg grútmáttlaus stofnun og hefur raunverulega verið að reyna að berjast fyrir sinni tilvist sjálf og hugsa sjálfa sig. En þessu var flaggað hérna. Herðu, ofta talað að við erum með Úkraínu og við erum með Rússland, svo erum við með Bandaríkin og svo erum við með Evrópu. En Evrópa er ekki eitt fyrirbrigði. Það eru ólíkir hagsmunir hann inni, ólíkar áherslur, mjög ólík sýnum hvert er hlutverk Evrópusambandsins, mjög ólíka afstæða til þess hvort að byggja hér upp einhvern veginn sameiginlegan herafla, eiginlega það er svo ólíkt að það er eiginlega tómt mál að tala um það er ekki að sjá fram á að það er að verða stórkostlega breytingar í evrópsku stjórnmálum mjög hratt til þess að eitthvað slíkt geti gerst. Já, það eru ólíkir hagsmunir, ólíkis öryggissjónarmið, ólíkur efnahagur. Sum lönd eru bara mjög illa stödd fjárhagslega, svo Frakkland, Ítalía, stór lönd, mjög illa stödd fjárhagslega, skuldug, í vandræðum og hafa ekki efna á því að auka sín útgjöld til varnarmála, hafa ekki efna á því. Þannig að, og svo eru löndin svo austur- og mið-Evrópulöndin, þetta er allt mjög hættulegt svæði, þetta er svæðið á milli Rússlands og svo Vesturlanda, mjög hættulegt svæði. Og það að taka þetta svæði inn í NATO var bara ávísun upp á vandræði. Það verðist enginn hafa hugsað þetta á NATO. Ég sótti þessi NATO á fundi 95-99 hvað þetta væri hættulegt að taka þessi lönd inn sem eru algjörlega onni í Rússlandi. Það var nú svolítið nefnt kannski á 10. áratugnum en eiginlega á þessari öld hefur það ekki mátt nefna að það hefur verið hættulegt stefna. Nei, allavega þegar þú komið þessi lönd inn að þá eru vaksa líkurnar á átökum og ég veit ekki hvort að íslenski stjórnmálamenn hafa mikið hugsað um það að ef að þessi lönd kom inn og það eru átök sem síðan geta leitt til styrjaldar eins og hefur gerst í Úkraínu þegar að þá myndi það breyta okkar stöðu mjög mikið. Þá vex þrýstingur á okkur að fara að borga miklu meira og hegða okkur öðruvísi og þá verða öryggismál Evrópu allt öðruvísi og þannig að þetta hefur alls konar þetta hefur víðtæk áhrif ekki og á okkur, þú sér hvernig áhrif þetta er búið að hafa á Danmörku og þannig að það hefur ekki verið hugsað mikið þetta mál og og ég Stundum tala íslenskir stjórnmálamönnum eins og að Evrópa hafi sameiginlega öryggishagsmuni og þeirra öryggishagsmunir séu okkar öryggishagsmunir. Ert þú að andmæla því að Evrópa hafi sameiginlega öryggishagsmuni og öryggishagsmunir Evrópu séu jafnframt okkar öryggishagsmunir? Ég er ekkert sammála því. Okkar öryggishagsmunir tengjast Bandaríkjunum. Ég hef ekki ég á þetta að sjá evrópska hermenn koma hingað til að verja Ísland. Ég held þeir muni láta Bandaríkjunum það eftir. Ef Bandaríkin gera það ekki, þá veit ég ekki hvað gerist. En við erum svona hérna á milli. Ég held að ef það verður eitthvað stórkostlegt stríð á meginlandi Evrópu, þá hafi þessi lönd meira en nóg með sjálf sig. Þau eru ekkert aflögu fær og þar á meðal Norðurlöndin. Þau eru ekkert
verður bandamaður eins og fyrirverandi utanríkisráðherra orðaða og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að efla varnir þeirra ríkja sem í mestri hættu. Jú, það hefur ekkert verið gert til þess að efla varnir Íslands. Ég meina, nema þess að vopnakaup og senda vopn, kaupa vopn á ykkur okkurverði frá okkur þriðja aðila og senda til Úkraínu eitthvað. Þetta er ekki til þess fallið að verja Ísland. Þetta er til þess fallið að gefa öðru landi sem hefur miklu starra landi tilefni til að gera okkur eitthvað. Það er eina sem það gerir. Hvað hafa stjórnvöld verið að gera til þess að auka varnir Íslands? Ég veit ekki hvað það hefur verið. Við erum ekki með neitt. Og eina, ég hef talað um þetta við áður, landhelgisgæslan hjá okkar sem við þyrfti sem að vera, að því við erum bara við liggjum á sjó, við erum ekki með neitt landamæri, að reyna að byggja hana upp, það hefur ekki talið verið að koma til greina hjá íslensku stjórnmálamönnum. Alla peningar til að reka hana, leigja frá sér flugvélina til Miðjarðarhafs. Já, hún svífur yfir Miðjarðarhafi, hún er ekki biluð. Þyrlurnar eru leiguþyrlur. Já, þannig að það vantar algjör að forystu. Ég held að NATO myndi alveg vera tilbúið að hlusta á okkur ef við vildum okkur með amörkuðum sviðum gera ykkur að hluti, en það er hins vegar alveg ljóst að 400.000 manns getur ekki eitt og séð staðið í stríði við Rússland. Það liggur alveg fyrir. Það eru til smáríki sem hafa byggt upp mjög öfluga heri sem að geta varið sér sekant nágrannaríkjum eins og Singapúr í Austur-Asíu, gagnvart Malasíu og Indónesíu, að þeir eru 6 milljónir manna, þeir eru búin að koma sér upp mjög öflugum her miðað við stærð, en það er svolítið mikill munur að vera 6 milljónir manna eða 400.000. Þannig að við verðum alltaf að treysta á eitthvað bakkjarl og það eru Bandaríkin. Ég sé ekki hvernig hin löndin sem eru eins og við varum að tala um, það er ekki aflögufær. Þýski herinn er ekki í neinu standi. Getum við hallað okkur upp í hótar því bara að beita hervaldi gagnvart næsta nágrannar okkar? Þeir hafa ekki hótað okkur hingað til. Nei, ég meina að einhvern tíma kemur að þér. Ef þú lætur það óátalið að það sé nágrannin sé tekinn, þá verður bankaðu þér. Er það ekki? Hvaða nágranni? Grænland. Já, ég meina Grænland vill sjálfstæði og ég meina, er það eitthvað til náttúrulega lögmál að Grænland sé alltaf undir Danmörku? En Grænland fær ekki til sjálfstæði. Grænland hefur ekki vald til þess að semja við Kínverja námuvinnslu til dæmis. Nei, ég meina, þá myndi bara Bandaríkin koma. Kínverjar hafa reynt að semja við Grænland alls konar hluti. Og kannski ættum við líka átt okkur á því að við höfum ekkert sjálfstæði. Við ekki utanríkismál og öryggismál. Nei, við höfum það ekki. Við getum ekki samið við Kínverja hvað sem að koma að vera Bandaríkjamenn og stoppa það. Kínverjar hafa reynt að fótfestu á Grænlandi og alltaf þegar það hefur gert þá hafa Bandaríkin haft samband við Kaupmannahöfn, Danmörku, þetta sem kemur ekki til greina. Og Danir skilja það alveg. Þannig að sjálfstæði Grænlendinga verður þannig að þeim ekki allt sem þeir vilja sem Bandaríkjamenn sætta sig við. Já, þeir náttúrulega eru á þannig svæðið út frá öryggishagsmunum Bandaríkjanna og þá stórveldapólitíkin hún er svona strategía, hún er harmleikur, hún er andstyggilega margur leyti og þegar ég er að segja svona hvernig þú ert að segja svona hlut og ég er að sperrast við þá halda sumir að mér finnst þetta að vera voða æskilegt, er þetta ekki æskilegt en þegar þú ert komin í svona harða baráttu eins og hérna í norðurslóðum sem tengist líka Úkraínslínu af því að rússar eru komnir í fangið á Kínverjum og Kínverjar og rússar eru komnir í norðurslóðir að þá komin alveg gríðarlega mikil harka og Trump hefur spilað á það að grænlendingar vilji sjálfstæði og Bandaríkin muni styðja það og við vitum alveg hverju það voru sem studdu Ísland varðandi 1944 það voru Bandaríkjamenn sem viðurkenndu okkur fyrst eftir sem ég best veit viðurkenndu okkur fyrst og það var allt eins og það hafi verið planað fyrirfram því það leiði ekkert langur tími frá því að við lýsum við sjálfstæði þannig að það kemur skeiti frá Bandaríkjunum og þeir viðurkenna þetta auðvitað líka dönum þetta ekki en þeir voru undir Þjóðverjum á þeim tíma og gátu ekkert gert þannig að Trump-bílar þeir vilja sjálfstæði og við erum tilbúin að verða bakkjallar þeirra í þeirra sjálfstæði, þeirra uppbyggingu og auðvitað eru þeirra að hugsa sína hagsmuni líka því þeir vilja komast í auðlindir, ekki bara auðlindir Úkraínu, heldur auðlindir Grænlands og ég meina auðvitað er þetta dapurlegt en ég meina þetta kemur ekkert á óvart að þeir gera þetta og þetta er bara svo þetta eru 50-60.000 manns á svæði þetta eru 2 milljónir ferkílómetra þetta eru yfir 2 milljónir ferkílómetra þetta er gríðarlega stórt
og Svo ekki einn stórt og fólk heldur þegar að skoða kort, svo maður haldir í til haga. Nei, ég virkar alltaf svo stórt á korti. Já, en ég meina svo, það er gríðarlega stórt. Trump ætlaði að taka Kanada og Grænland, það eru 12 milljónir ferkilometra, 100 sinni starra heldur en Putin búin að taka af Úkraínu sem 120 ferkilometrar, en samt alltaf verið að segja að Putin sé einu aðeins sem að reyna að þennja sig út í málum. Svo skal bæta benda á kannan verða, kannski ekki, en ég ætla aðeins að því að þú nefnir hérna norðurslóðir, og því þú sagðir áðan að Bandaríkjamenn væru að einbeita sér að Suðaustur-Asíu, Miðausturlöndum og Evrópu. Er það ekki þannig að segja að áhersla Trump með því að þessu tali að Kanada eigi að verða 51. ríki Bandaríkjanna og hann vilji kaupa Grænland, að áherslan á Bandaríkjunum er að flytjast yfir á norðurslóðir, sem eru náttúrulega svolítið stórt mál fyrir okkur. Já. Það er eins og að Bandaríkin horfi á norðurslóðir og sættist ekki við það að Rússland sem er helmingin af öllu landi sem er að þeir eiga helmingin. Já. Og en hitt er einhvern veginn tvístrað á milli landa sem á bíla Alaska. Trump, Alaska, þeir eiga það, en svo er þetta eftir með Kanada og Danmörk og Noreg. Ég geti trúið því að Trump liti á þetta sem bara einhverja vitlýsinga, að þetta til þess að væri ykkur svona jafnvægi á norðurslóðum og þá verður Bandaríkjamenn bara að ná raunverulega miklu sterkari stöðu þar til þess að geta átt við Rússa þar. Já. Og Rússarnir eru miklu meiri ógn út af að rekna það út af þessu meðal annars. Og þá verði hann að ná einhvers konar betra talsambandi við Rússana vegna þess að eins og út að benda á að Rússarnir eru með alveg helmingin af strandlengjunni og þeir eru að landgrunni þannig að þeir eiga mikinn rétt. Mér vitanlega er ekki búið að skipta allir þessu svæði endanlega, það er að semjum það, auðlindanýtingu þarna og fleira sem það er að semjum og það náttúrulega getur hæglega leitt til styrjaldi átaka og ég held að Trump sé búin að átta sig á því að hann þó að hann hefði kannski viljað að Úkraína inn í stríðið og svo framvegis og vill Evrópa það, að það var bara út frá raunsa í sjónarmiðum, út frá hagsmunum Bandaríkjanna, þá verði einhvern veginn að sjatla málin. Ekki þannig að það verði kannski eitthvað voðalega mikið vináttúrsamband milli Bandaríkjanna og Rússlands, en allavega bærilegt samband. Og Bandaríkjanna ætla að styrkja stöðu sína á norðurslóðum og þeir ætla að ganga frá svona samkomulagi sem var á eftirstríðsárunum að þetta væri svona eitthvað fríðarsvæði og þannig að væri ekki verið að nýta auðlindir, en núna er allt önnur stefna núna, þannig að nú ætlar hann bara að styrkja sína hagsmuni og koma sér í betri stöðu og þá er þessi stórvelda pólitík og þessi skák sem að þú segir að þessi óvikunarleg, þá er hann eiginlega bara komið alveg upp í kokið. Algjörlega. Og þá eru Kanada, ég hef ekki trúið því að Kanada verði innlimenn í Bandaríkin, en Kanadamenn þurfa að vinna mjög náið með Bandaríkjunum og Bandaríkjunum finnst að Kanadamenn hafa trassa sín varnarmál og náttúrulega hafa aðgang út af Alaska sem náttúrulega eru Noregur, það er náttúrulega Svalbarði og það svæði, þar eru Rússar með aðstöðu og svo Normenn ekki vök að verjast út af því og þannig að það er alveg klart að Bandaríkjunum fara að horfa á þetta svæði að ætla að styrkja sína stöðu og sjá líka að Grænlendingar vilja sjálfstæði, þá getur það verið ákveðið tafla veita þeim viðurkenna sjálfstæði þeirra, vera svo bakhjalt fyrir það og hjálpa þeim en líka taka eitthvað í burtu. Þannig að það er bara eðlilegt hjá okkur, þá vorum við ekki mist ykkur auðlindir en þeir þurftu okkur að halda og ég veit það alveg, ég var sjálfur að semja við Bandaríkjunum varnarmál að þeir beittu ekkert fantabröðum gegn okkur í samningaviðræðum ef það var ágreiningur á milli Íslands og þeirra varðandi hvernig þetta varnarmál ætti að vera að þá sátu þeir með okkur alveg lón og don til að reyna að finna málamilun. Þeir voru ekki þannig að þeir segðu við okkur hérna er samningurinn og þeir bara hafi þetta svona. Það geti gerst núna með núverandi stjórnvöld, þau eiga til í að Já, náttúrulega Trump er svolítið sér á flokk, sér á parti en hann vill fyrst og fremst einbeita sér að Bandaríkjunum, hann vill svona einagruna sinni en hann beitir afli en hann líka er í allt öðrum heimi heldur en aðrir forsetar voru. Ég er að tala um eitthvað sem gerðist fyrir 25 ára síðan. Núna er heiminu þá var allt annað, þá voru Bandaríkin algjörlega ráðandi, nú er það einhvern veginn að hverfa og þá er þessi þrír aðilar að berjast og reyna að rugga bátnum og reyna að snúa hlutum sér í hag og það er þessi átök sem við erum að horfa frammi fyrir, horfast í augu við
og við sáum það, ok, Trump er ekki að beita þeim aðferðum sem við myndum vilja, en ég meina, voru aðferðir Biden góðar? Ég held að algjörlega, hans utanríkisstefna algjörlega misstefnast, átök í Úkraínu, átök í Miðausturlöndum og óraunhæfar hugmyndir. En Trump náttúrulega öðruvísi, hann hugsar í fasteignaviðskiptum og svo núna hann gera kröfu á Úkraínu upp á 500 milljarða dollara að fá auðlindir landsins sem náttúrulega myndi bara skilur Úkraína land sem í rúst og búið gríðrætt mannfall, fólk örkumlast, fólk flúið, þetta algjörlega í rúst. Þetta var engin gangur fyrstu 30 árin eftir sjálfstæði og svo að núna taka auðlindir þar. Þetta náttúrulega alveg skelfileg staða en þannig að þetta harður leikur. Þú er svo sem bent á að þetta harmleikur þetta stríð og það harmurinn sem leggst þyngst á Úkraínu og alltaf verið ljóst. Leggst þyngst á þann veika og þann óraunsæja vegna þess að þeir hafa Zelensky og hans aðilar sem þarna voru og þeir sem voru undan honum, þeir breyttu stjórnarskrá Úkraínu til þess að gera ráð fyrir því að Úkraína fengi Evrópusambandsaðild og NATO-aðild. Þeir voru alltaf að berjast fyrir ykkur óraunhæfum hugmyndum. Það sem þeir héldu gulrótin sem þeir voru að horfa og var alltaf blekking. Og ef þú ert með gulrót... Einn blekkingi var svo að Vesturveldin gætu varið á og jafnvel tryggt að þeir gætu unnið stríðið. Já. Það náttúrulega að koma í ljós núna að var blekking. Eftir kalda stríð það var litið á það að Sovétríkin hefðu tapað stríðinu, þetta væri bara einir júkandi rúst og allt ónýtt og þú veist alveg hvernig þetta var þegar stríðið var að byrja. Þá voru bara endalega sögur frá Vesturlöndum og ekki síst Bandaríkjunum að allir rússneski herinn væri ónýtur, þeir væri á reiðhjólum eða rafskútum, þeir ætti ekki skriðdreka, þetta væri allt ryðgað og ónýtt. Þetta var það sem var sagt. Núna segir bara Trump Russia has the cards. Það eru þeir sem eru með spilin. Hann bara viðurkenni það, ok, ég er að reyna að semja um þetta og ég vil að ljúka þessu en ég er ekki með spilin til þess að ná kannski svo góðum samningum. Þegar þú kemur að semja um friðarsamninga þá skiptir höfumáli að vera með yfirburðastöðu á vígvellinum, að vera að sigra þar. Já, sá sem hefur þá stöðu, hann hefur sterkari stöðu. Já, það er líka mikilvægt að velja rétta tímapunktin og hann sá tímapunktur æðsti hersforingi Bandaríkjanna vildi fyrir löngu síðan, hann reyndar hættur núna John Chiefs vildi semja áður. Það er hvenar er best að semja? Hvenar er það, og núna við, ég held að Bandaríkjamenn viti að þannig að nú hérnir frá mun bara halla á. Það sé vont að semja núna en það verður bara verra í framtíðinni. Já, ég meina það er bara hægt af því að Rússa fara að taki meira en 20%, en ég held að, eins og ég var að segja við áðan, þá held ég að það sem geti hjálpa svolítið er það að Rússar kannski sjá hagsmuni í því að reyna að ná upp eðlilegu samskiptum við Bandaríkin. Þeir eru að skalla Trump, þeirra fóru sem Lavrov, Putin að skjalla hann hvað hann sé klár og allt þetta. Þetta er bara til þess að reyna að leggja eitthvað drög af spættum samskiptum og ef að Trump beitir þessu til þess að ná fram betra samkomulagi fyrir Úkraínu heldur en væri þetta að ná í samningum milli Úkraínu og Rússlands, þá er það því góða. Herru, Hilmar, þú þarft að fara út í heim. Takk fyrir að koma hingað á leiðinni að norðan, eins og þú gerir oft. Takk fyrir. Það verið fróðulegt að spjalla við þig og ég hvet áheyrendur til þess að grafa upp viðtölin sem ég átt við Hilmar undan fyrir 2 ár rúmlega við Rauðaborðið. Það er mjög fróðulegt að lesa sérstaklega í ljósi þeirra stöðu sem er núna og ég held að þeir sem hafa fylgst með þeim viðtölum að þeir sé ekki alveg jafn hissa á stöðunni eins og má heyra kannski af þeim sem hafa verið að fylgjast með fréttaflutningi af Úkraínu og öryggismálum Evrópu í gegnum RÚV. Þetta eru lokin á þættinum Synir Egils. Ég þakka Hilmari og gestunum sem kom hingað til Sigurjóns í fyrri hlutanum kærlega fyrir komuna og minni á eins og ég gera ofta að það eru áhorfendur, þeir þá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur sem að drífa áfram samstöðuna. Allt sem ég sjáið hér og heyrið er áskrifendum að þakka og við þakkum kærlega fyrir. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og getur skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftum Máttborg og meira og vilt og þið sem er kjósið getið látið áskriftin að renna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna og við þakkuðum kærlega fyrir. Hér á morgun verður Rauðaborðið klukkan 8. Sjáumst þá.